Já. Góða kvöldi. Við erum mættir. Já, heldur betur. Við erum að gera þetta með öðru sniði í dag. Heldur betur, maður. Þetta er alveg nett að við séum sem sagt að taka upp þáttinn og síðan taka upp introið fyrirfram. Við erum ekki að ljúga neinum hérna. Nei. Geðveikur þáttur. Og það er svo margt nýtt sem okkur langar að sýna ykkur. Glöggi taka kannski eftir að við erum með skákborðið hérna fyrir framan okkur. Rétt. Þannig ef ég leik hérna, búm, mætt á borðið. Galið, já, takk. Sjáu þetta á skjánum. En við gætum þetta sjálfsögðu ekki án styrktaralinn okkar. Nei, og ég ætla bara að reyna hratt yfir á. Mér langar að byrja kannski á okkar vinnum í hreyfli 588-5522. Gestur kvöldsins Brynjar Níelsson hefði betur notað þá þegar hann lenti í þessu hamfara slysi hann á rafskútinu í nýja myrkri. Við bentum hann á áðan að hann mætti í raun og veru bara að skamma sín. Þetta er bara karma. Hann er bara þannig sko. Jú, það ætlar að sleppa að taka hreyfila. Þá endar þetta bara svona. 588-5522. Rétt. Svo langar maður að taka AHA. Hvað er matur í kvöld? AHA sendir heim að dyrum frá yfir 120 veitingastöðum á höfuðborgarsvæðinu. Endilega sko úrvalu aha.is eða tjekka á AHA appinu, takk. Takk. Við leiðum að útskrifa seinustu helgi og okkur var sérstaklega hrósað fyrir fatnaði sem við vorum í. Ég er í Kölska bollum í dag. Já, við minnum að Kölska sér sem er herravatnur og fleira á frábæra verði. Bókan kölski.is eða heyra bara í kónginu. Ég er samt ekki að grínast. Ég hef aldrei fengið jafn mikið hrós. Nei, ég er bara í sipi. Fyrir klæðina. En Líka. það er kannski áfællstómur á mig að ég alltaf jafn að klæða mig kannski ekki eitthvað en bara fólk var mjög hrifið að þessum jakkafötum. Já, algjörlega og við bara mælum klálega með sko. Ekki nokkuð spurning. Þú ert leik? Já, leik. Svo verði ég að minna á mína menn á Tungálsi 10. Það eru kemímenn. Rafgeimar, bílavörur, öryggisvörur, smurolíur, efnavörur og verkfæri með tilbúðsvörum. Ég láka svona helst kannski nefna öryggisskóna sem voru á einhverju 9.000 kall, er komið niður á 4 og 5. Ég var, þú veist, ok, ég skal alveg viðurkenna að ég var ekki að tíma 9.000 kall yfir öryggisskó en þegar ég heyrði þessi tilbúði var komið niður í 4 og 5. Já, það fyrst sem ég gerði var að bomba mig niður í kemi og köpa mér öryggisskó. Já, og líka bara aftur. Þeir eru með rafgeimana og það er of seint að skipta rafgeimi þegar hann er ónýtur. Já, allt og seint. Þá var hann bara búinn að smita út frá sér og hann endur að kíkja á og bara fá nýja rafgeimi. Klárt. Ég ætla að láta meta þetta og síðan ef hann er í ólagi þá bruna upp á. Já, ég get lofa greinu, hann er í ólagi sko. Ef þú þarft að spurja þá er það. Það er að ég segi alltaf um rafgeimana sko. Peiti, nágrann okkar, einfaldar reikningagerð, launagreiðslur og bókhald fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki og einstaklinga. Við leifurum nýjumættir þarna með Chelsea Dark og þarna, þetta er algjör fokkin veistla. Langar að minna líka á mína menni Loop. Já, áttu hennar Loop eða? Já, hún er þarna, má ég sjá? Já, hún er þarna einhvers þar. Minni púðar, sama bragð. Hún lekur ekki. Það er mitt uppáhald. Og já, bara gæði. Já, en Birkir, hvað er að frétta? Í skákinni? Já, bara almennt. Hvernig er lífið? Lífið er bara nokkuð gott, sko. Ég er spennt fyrir þættinum í kvöld, sko. Ég er nefnilega hrættur það, sko, í skákinni að því að þú ert búinn að vera að smá autopilot í skákinni, bara búinn að vera að sinna öðrum málum í því að pakka mér saman. Sko, venjulegast gefur smá forgjöf þegar við erum að tefla, bara teflir eitthvað óuppbundið eða eitthvað. En núna þegar þú varst á autopilot, þá varstu bara að tefla að byrjun eins og myndir alltaf tefluna, sko. Einmitt, já. Og það endar aldrei vel fyrir mig. Nei. Þú ert að vera svo með fiskunum í kvöld, sko. Ég get að loða því, sko. Ég gerir bara mitt besta. Er ekki gott að hróka það? Jú. Svo langar mig að nefna líka Dominos. En þeir ákveða bara daginn að byrja að gefa pítsur. Já. Það sem að veita á þessu netu 50% afslátt á öllum pítsum á matseli. Ég nýtti mér það. Já. Nýtti mér aftur í dag. Það er basically verið að gefa pítsur. Og hvað setur á þriðjudagstilboðið? Ég set pepperoni, jalapeno og havarti kryddost. Havartin er góð. Hann er helviti góð, sko. Já, ég veist það. Og svo má ekki gleyma okkar manni Óla Val. Nei, má ekki gleyma honum, sko. Hann er kóngurinn að barja Mosó. Minnum að sjálfsögða á mömmumatinn í hádeginu.
á sama tíma ég pakka leif. Þú ert að pakka mér, því miður. Þetta lítur ekki vel býta aðeins. Ja, svona. En hérna, já, sko, svo var náttúrulega Super Bowl helgina, horfður á það? Nei, ég horfði ekki á það. Þetta er ekki fyrir vinnandi menn eins og okkur. Þetta byrjaði 11:30 og það var engin leið að hérna, maður er bara mænt í vinnuna. Já. En alltaf stemning, það er samt svo Krúklegt að sjá þess að aðurlunum sem mikið að horfa á þetta, sko. Nei, það er stemning að vera með félagunum í vængjum og þá eru Barjan Mosso náttúrulega sjálfsögðu með topp vængi. Ég veit ekki hvort þau eru með opið svona lengi, sko. Já, talandi fólk sem er flála, sko. að grænda í aðurlífinu, skilur við. Já. Þá ertu með mömmumatinn hátíðan, 1990 krónur. Og svo er okkar maður Steindi Junior með pubquiz á fimmtudaginn. Það er svoleiðis. Já. Ætli ég mæti ekki bara þangað, sko. Jú, það er ekki á seint. Ég er vinnandi maður. Tekið fram. Já, og seint en ekki síst, þá er náttúrulega... Hvað er þetta? Hvers slags leikur er þetta hjá mér? Er þetta í beinni eða get ég strókað þetta út? Þá er okkar menn í messanum, Tómas Þóroddsson. Jók. Já, já, Messin og Gambino. Þá eru þið talið og nú get ég haldið áfram að pakka saman leif. Þú ert að jarða mig, sko. Akkur, sko, það væri miklu betra eða útsendingin væri ekki upp á skjá ef hún væri bara hér og fólk svona segja eiginlega ekki hvað er í gangi. Já. En nú er þetta bara, nú sjá allir allir hvað ég lélur skák, það er ógst að leiðilt að skáki mín með Brynjar sjáum þetta ekki, sko. Já. Það er En Brynjar var skemmtilegur maður. Djúvill var hann skemmtilegur maður. Já, þetta er góð þáttur. Já, hann líka, þetta er maður með skoðanir, sko. Já, maður þurfti ekki, sko, að hvað maður að segja, þú veist, við höfum oft fengið gesti sem að maður þarf svona íta eftir aðeins að pumpa sig upp, sko. Nei, þessi maður satt ekki á skoðunum sínum, ekki frekar að fyrir daginn kannski. Nú ætlum við að tefla senstu rætt hérna, ég ætla bara að vinna þig nokkuð snögglega. Já. Drottning D2, var það pælingin eða? Viltu það laga, sko? Nei, slagur. Nú vil ég bara fara að sækja döbið, sko. Ég var að kalla eftir þessum. Takk. Já, takk fyrir. Sjáu, hann er ekki ósnertanlegur. Og þó. Fáðu mér þetta. Fáðu mér þetta góðgæti. Og þó. Þú varst ekki búin að reikna á þetta. Nei, ég var ekki búin að reikna þetta, en ég vissi ef það góða stuði að ég mátti við litlu mistökum. Já, ég... Basically fucked. Basically fucked, sko. Ég held að það sé alveg rétt. En býttu. Ég er ennþá með biskup hann. Hann er alveg peð, sko. Þetta er alveg virkað sem peð. Viltu skipta? Ekkert sérstaklega spennt fyrir því, en... Get ég ekkert farið með hennar rittara á einhvern skynsamlega stað? Ný. Herri, svo líka annað sem langar að sýna ykkur. Við erum alltaf nýgræðingar í þessum leik, en ég get bara að spila hvað sem er. Og það verður líka sexy, það er ekki svona hátalið í bakgrunnum, sko. Já. Þannig að ef ég myndi bara vilja hendi Fire in the Sky, þá erum við bara að tala um Fire in the Sky. Einmitt, sko. Þú veist, við erum náttúrulega... Við erum að feta ótróna slóðir, sko. Á okkar mæli hverða. Já. Sem skilur sér því að við lendum í vesinni. Þú lendir í vesinni á borðinu right now. Yes. Og ég hafa ágjörð þessu það. Hartast ekki, sko. Já. Ok, Birkir, ég er verið að véla mig eða? Ertu á snöggur að því, svo getum komið að Brynjari. Hann hefur mikið að segja. Já, það er rétt, sko. Já. Þú baðst mig að vera snöggur og ég skal vera snöggur. Ég er inn. Það hefur aldrei verið vandamál hér á bæ. Sko, herri, ég nenni sér ekki. Þú er búin að pakka mér. Hvað er þetta leiðilegt. Herri, góða skemmtun, Brynjar Níels. Gjörðu svo vel. Kannski er þetta óðan spurningin, samt að spyrja bara, en þú veist, er ekki eitthvað, þú veist, kannski er þetta bara algjör einfallleiki í mér, en er ekki skrítið að dómsmálaráðherra, innanríkisráðherra, að þú sért
aðstofamaður við lögfræði mentor búin að starfa sem lögmaður að lögfræðingur bara í 100 ár og svo ertu með dómsmálaráðherra sem að ekki einu sinni lögfræðingur. Nei, það ekkert óvælt við það. Það nóg að lögfræðingur með ráðundunum. Já. Hann með lögfræðingar sem aðstofamenn. Hann fær auðvitað bara góð ráð. Já. Og og embættismennir auðvitað, þetta honum til ráðuneytis, þess vegna heitir það ráðuneyti. Já. En hann þarf auðvitað að hafa svolítið, hann verður fljótur að setja sig inn í málin. Já. Hann hefur pólitíska fórustu í ráðuneytinu Já. og ákveður svona hvaða leiður maður fara ef við ætlum að fara einhverja lagabreitingar og svo framvegis. En sumir ráðherra vilja helst bara vera í pólitík, ekki vera embættismaðurinn, æðsti embættismaður ríkisins. Fyrst það bara óþægilegt, sko. Og þess vegna hefur hafa stjórnmálamenn raunverulega fært svolítið valdið frá sér til einhverja stofnana bara út í bæ og einhverja nefnda út í bæ. Já. Til að losna við að setja upp með þá ábyrgð sem fylgir að taka erfiðar stjórnsýsluákvarðanir sem varða réttindi borgaranna. Já. Þeir vilja bara komast hjá því. Já. Og vil ekki fá eitt kuska á hvítlöpa í því, sko. Ertu með eitthvað dæmi handa okkur? Já, þið sjá þetta bara, það til kærunefnd í útlendingamálum, kærunefnd í jafnréttismálum. Já. Þetta bara einhverja sjálfstæðar úrskurðarnefnd í stjórnsýslunni. Já. Það verið að fela ákveðnum stofnunum bara einhvern úrslitavald líka. Stjórnsýsluréttur gerir bara ráð fyrir því að það auðvitað neðra stjórnsýslustig og æðra stjórnsýslustig ráðherra. Og ef menn skildu ekki muna það þá í stjórnarskráni ber ráðherra ábyrgð á öllum stjórnarathöfnum. Já. Svo þetta bara framselt einhvern veginn til umboðslaus fólks. Já. Og enginn segir neitt og finnst bara allt í lagi bara að því stjórnmálamönnum finnst þetta svo þægilegt. Já, já. Það lausir við þessu óþægilegu. Þetta hljóma þægilega, sko. Já. Og ég bara ekki mjög hrifinn af þessu. Nei. Ég vil bara sjá að ráðherrarnir sem falið þetta ábyrgðarstarf standi undir þeirra ábyrgð. Hvernig þú geta ábyrgð og fer ekki að ráðaninu? Nei. Mér langar að skjóta þess inn í, þetta ekki inn í enn í spurningunum mínum, en þessar skotárásir sem búin að vera núna. Eiga allir lögreglumenn að vera opnaðir? Ekki skotvopnum, nei. Nei, já, ekki skotvopnum, já. Nei, það enginn held ég að tala um það. Sko, menn verða hins vegar að athuga það að við búum við svolítið breyttum veruleika. Sjaldast eru þeir sem lögreglan afskiptað með skotvopn. En þeir eru með margs konar önnur hættuleg vopn. Eins og hnífa, kylfur, allt vopn sem geta drepið, sko. Lögreglan? Nei, já, þeir sem lögreglan eiga afskipti af. Já. Og þetta snýst auðvitað svolítið öryggi borgarna og öryggi lögreglumanna sjálfra, að þeir hafi einhvern dúbúnað. Að þeir þurfu að beita valdi, þú veist. Og þá er alltaf einhvern veginn þannig að þeir eru einhvern veginn óvopnaði við þetta, reyna að snúa menn niður og koma þeim í járn. Menn slasast mjög mikið við það, sko. Þannig að við erum bara með til skoðunar að hafa þessar rafbyssur að þú veist, þú ert þetta bara, getur einhver lögreglumaður verið 50 kíló og eiga við 120 kílóa mann með jafnvel gamlan Hermann einhver stað, sko. Með hníf og og þú ert svona varnarlaus, sko. Þannig að það er bara til skoðunar í ráðuneytinu núna hvað við getum gert til að tryggja betur öryggi lögreglumanna á borgarana, hvað þarf. Við erum þetta með sérsveit. Stundum eru aðstæða þannig að þú ert á vettvangi og það er bara hinn almenn lögreglumaður sem eru á vettvangi og það þarf að grípa til einhverju aðgerða. Þeir hafa þessu vopn í bílunum en stundum eru þau sko að hafa bara afskipt af einhverjum fólki niður í miðbæ og þeir lætu bara sér ekkert segjast og endan að kalla þá einhver svona valdbeitingu. Já. Og það getur verið mjög hættulegt að fara í hörð átök við einstakling. Menn hafa dáið bara við það. Lögreglumenn hafa slasast, hinn handtekni hefur dáið. Þetta er mjög hættulegar aðstæður. Já. Þannig að við þurfum að skoða hvort að það sé ekki til einhver svona... Já, erfitt að segja kannski nákvæmlega hver línan er í þessu. Já, en það er auðvitað að vera verkreglur hvenær þú notar rafbyssu við hvað aðstæður. Þú notar þetta ekki bara síðsvona því þú ætlar að andtaka einhvern. Það þarf að vera einhverja sérstakar aðstæður fyrir hendi. En er ekki sérstaklega uggvænlegt ef við horfum bara á þessi atburður sem átt sér stað núna bara í seintöku að þessi byssa var þrívítabrentuð.
hún ekki á skrá, síðan var í kjölfarið í frétt, það eru 180 vélbyssur eða hvað var á skrá og flestar eru þýfi, þar af leiðandi ekki hægt að reykja þér. Þarna ertu bara komið prentara sem bara prenta fyrir byssuna og svo ertu bara komið með varúð. Já, menn geta bara búið til byssu með að kaupa bara einhverja hluti, veist, það þarf einhvern málm í þessa byssu, það er ekki skotúrni, þá múið þrývita prentuð. Þannig að þetta er einhver blanda að þrývita og menn eru bara farin að hanna þetta. Ég meina, þetta er bara eins og, veist, þú getur átt hættulega hnífa líka, sko. Veist, þú kemur illega vekk fyrir þetta. Það væri hins vegar mikill munur ef lögreglan hefði úrræði áður en menn getur beitt þessu einhver afli. En ekki þarna, þú veist, ég var að heyra þetta að innflutningur á einhver skotvopnum er búin að aukast bara nánast bara í einhverjum veldisvexti. Já. Er ekki eitthvað hægt að gera þar eða? Er það bara... Jú, örugglega, ég bara þekki það ekki almennilega, allan ekki eins og komið auðvitað, en ég menna það er vantarlega þá löglegur innflutningur og vandamálið er að þessum byssum sem menn hafa löglega keypt og eru með skotvopnum leyfi, þessum byssum er bara stundu stólið þessum hópum. Já. Og það er vandamálið. Þannig að það er greinilega einhverju hópar sem eiga þessi vopn, eiga svona vopn. Og þá er eins gott að við séum svona sæmilega verði, sko, og sæmilega viðbúin. Já. En þetta er auðvitað ekki auðvelt, sko. Nei, algjörlega. Þorkell Máni, gófinu þinn og þáttarins, hann spyr hvort Sjálfstæðisflokkur sé miðjuflokkur eða vinstriflokkur. Já, þetta er góð spurning. Já, við getum sagt að hann sé svona kannski örlítið hægra með við miðjum. Já. Við getum kallað hann svona sko svipaðan að mörgu leyti sósíaldemokratísku flokkum í Skandinavíu. Sko, kannski munurinn á sjálfstæð, finnst mér sko, munurinn á sjálfstæðisflokknum og þeim flokkur sem menn kalla sig jafnaðarmannaflokka hér, er auðvitað afstæðan til atvinnulífsins. Ok. Og við erum svona líkar í þessum skandinavísku flokkum, þar sem menn auðvitað bara átta sig á því að það er atvinnulíf sem skapa verðmæti, sko. Já. Það er ekki hvað margir ríkisstarfsmenn eru að veita þjónustu, sko. Nei. Þó hún sé mikilvæg en hún verður aldrei meira heldur en atvinnulíf getur skaffað hverju sinni. Þetta er spurning afstöðu til sko frjálsa markaðar og atvinnulífsins. Og mann finnst svona sem að jafnaðarmannaflokkar hér séu raunverulega miklu vinstri sinnaðir heldur en jafnaðarmannaflokkar í Skandinavíu. Já. Þannig að við getum kannski verið svona einhver staðar miklu nær þeim flokkum, sko, frekarna að við séum einhver sérstakur hægri flokkur eða mikill hægri flokkur og hvað þá öfgahægri flokkur eins og menn er alltaf að reyna að búa til, sko, ef ekki sammálaðin. Já. Að ég er svona að líta á í grunnir að við séum bara svona tiltölulega frjálslyndur, borgarlega sinnaður flokkur sem vill hafa svona eins mikið svigrúm fyrir einstaklingin eins og kostur er á hverjum tíma, sko. Já. Þetta er svona stutta skýringin, sko. Algjörlega. Og ég held að hans svona eigi góðan hljómgrunn þessi hugmyndafræði í raunverulega þjóðinni, sko. En svo einhvern veginn í pólitíkinni snýst orður svo mikið tilfinningar, sko. Og menn horfa alltaf einhvern veginn út frá eigin hagsmunum, sko. Og eigin afturönd þess að ég segja oft. Já. En það er bara eins og maðurinn er, sko. En þetta er bara hugmyndafræðileg barátta sem menn eru að taka. Já. Stjórnmálin eigi að snúast einhverja málefnalega umræðu hugmyndir og hvernig menn sjá fyrir sér í staðinn fyrir alltaf að vera með einhvern upphlaup að andstæðingunum sé spiltur og óheðilegur að glæpamaður eins og þessi svoköllu sem kalla sér frjálslyndu miðjuflokkana, sko, stunda hér nánast eingöngu í pólitíkinni, hafa aldrei neitt fram að færa til málefnalega umræðu. Þetta snýst alltaf það að við séum einhvern veginn vondir. Já. Og hötum fólk og hötum konur og eitthvað svona. Þetta er allt einhvern veginn svona vitleysis umræða sem er mjög lýjandi. Talandi um eldfimt mál sem að kannski Það taka spurningu 6? Já, nei, maður hefur nú svolítið smá á tilfinningunni, sko, að pólitíkus séu svolítið að veira sér undan umræðinu varandi COVID, að taka eitthvað sérlega sterka afstöð, að þetta er svo mikið hittamál og skapar bara mikla umræðu. Er pólitískt sjálfsmorð að vera ósammála Þórólfi í dag? Ég held að sem minna pólitískt sjálfsmorð heldur að var fyrir einhverjum vikum síðan. Ef við tökum kannski bara allan COVID-tíman fyrir sig, skilur þú veist, var það pólitískt sjálfsmorð
þegar vest á lét að fylgja honum ekki einu og öllu? Nei, já, það getur vel verið að hafi verið það einhverju leyti, sko. En, sko, við erum alltaf svo meðvirk í þessu samfélagi. Já. Ég sagði nú upphafi og raunverulega tók Sigurður Andri sem miklu sterkar til orða heldur en ég. Ég sagði þetta snýst ekki bara sóttvarnir þeim skilningi að koma vekk fyrir smitt. Þetta er þetta miklu stærri mynd. Og við þurfum að geta spurt þessar spurningar, erfiðar spurningar. Hvað er best að gera á hverjum tíma út frá miklu stærri samfélagslegu hagsmunum? Heldur bara að hugsa hvað margir getur smittast, hvort einhver getur dáið og hvað er mikið álag á spítana, sko. Já. Við þurfum kannski að nálgast það líka með einhverjum öðrum hætti. Hvernig getum við breytt spítalum á skömmum tíma sem taka við miklu fleiri gjörgæslurýmum? Já. Þá mátti aldrei farið þá umræðu. Nei. Og sko, sjáum þetta bara í mannkynssögunni, sko. Það verður eitthvað rétt og ef þú fylgir því ekki þá þarf nú helst bara að útiloka þig, sko, með einhverjum hætti, eða þú verður einhvern veginn fordæmdur, þú sért bara að hafna vísindum eða hafna einhverju, sama þó fólk degi og eitthvað svona, þá verður bara umræðan svona. Verður aldrei málefnaleg þetta. Og þið sjáum við núna, sko, það sem að benda á snemma í faraldurinn, sko, en menn ætla bara að hugsa svona að þetta sé bara læknisfræðileg úrlausnarefni sem snýrist bara það að koma vekk fyrir smitt. Tekur sér að hafa ráðherra í þessu, hefur hann ekki bara völdin? Já. Nei, þetta er miklu starra mál heldur en bara læknisfræðilegt einhver niðurstaða það hvernig fækkum við smittum sem mest. Já. Þetta er starra mál en það. En það mátti að aldrei ræða það. Og nú undi það síðustu vikur hef ég verið mjög gagnrýninn á þetta og sagt okkur býtu það er ekkert verið að fara að lögum. Lögin segja að það þurfa að vera brýn ástæða. Nú er engin brýn ástæða, hefur ekki verið í nokkra vikur. Já. En menn segja samt, já, það er alltaf betra að fara varlega. Lögin snúast ekkert það að sé betra. Það getur vel verið að einhverju læknum finnist það betra og skynsamlegra. En lögin eru bara öðruvísi. Þau segja einfaldlega, þið getið ekki takmarkað frelsið með þessum hætti nema þessi brýn ástæða og brýn nauðsyn. Enginn hefur getað sýnt fram að það hafi verið undanfatta 2-3 vikur að hafi verið brýn nauðsyn. Enginn getur sýnt fram að það og enginn reynt það. Nei. En já, þess vegna spyrir líka, er búið að byggja Þórólf upp á þann stall að hann sé ósnertanlegur upp á það að gera til dæmis heilbrigðisráðherra sittandi? Hann fyrir kosningabarátuna, hann talaði það að hann væri mjög hlynntur því að aflétta. Já, það hefur alltaf orðið greinilega mjög mikil þrýstingur á Þórólf síðustu staðana, þannig að menn eru að fara hraðar heldur en hann vill. Já. Ég sýnist það, sko. Já. Það er Þórólf sé að gefa þess eftir í. En það er vegna þess að menn hafa haldið þessu umræðu, hún hefur verið gagnrýnd. Hefði aldrei gagnrýnd og aldrei sagt, þá hefði menn bara getað haldið þessu andrast. Já, við erum bara ennþá í tíman. Já, þannig sé, og mér er bara vond þessi hugsun, sko, að þetta sé bara einhvern veginn, þetta varði ekki stjórnmálamenn, þetta er bara vísindamenn og læknarnir. Hver fann þessa dellu upp, sko? Já. Þannig að við þurfum að komast út úr þessari hugsun. Það eru auðvitað stjórnmálamenn sem ber ábyrgðina. Þannig að það er stjórnarskrá. Þeir taka ákvarðanir. En stjórnmálamenn getur bara ekki að hafa sig hvernig sem er. Þeir þurfa auðvitað að hafa einhvern grunn fyrir sínum ákvörðunum. Það getur ekki verið bara með einhver geðþótt ákvörðun út í loftið. Það þarf að vera einhver grunnur. En ég verð að segja það að núna síðustu daga og síðustu vikur hafa stjórnvöld ekki verið að fara að lögum. Og verið bara nokk saman það, sko. Þau eru ekki bara búið til óháða nefnd frá Nei, ég segi bara alltaf, sko, við fólk, sko, bara byrjið á að lesa lögin. Hvað segja þau, sko? Já. Þið getur finnst þau astnalega, þá skulle bara breyta þeim. En menn er alltaf einhvern veginn að já, þetta er bara skynsamlegt. Það er bara á að fara varlega. Það getur verið hættulegt að aflétta og hratt. Þú getur sagt það alltaf hvað eina, sko. Já. Við getum ekki leyft okkur slíkt. Við erum það bara að bregðast við ef þetta fer aftur í einhverja vitleysu. En þú getur ekki bara farið þessa leið, sko, eins og lögin eru og eins og allir þessi sáttmálar eru réttindi okkar og svona. Þetta er ekkit bara eitthvað svona hvað einhverjum vísindamönnum að lækna og hvernig að finna sér best fyrir okkur, sko. Frelsi snýst ekki það. Frelsi snýst að þú hafið bara hann rétt og þú tekið þín ákvarðir þó að það séu alveg galnar og þeir bara til tjón, sko. Það er bjútið í frelsi, sko. En er ekki smá kaldarinslegt samt, sko, að ráðherra Sjálfstæðisflokksins
voru því lítið að tala um aflétta og tala um hvað þetta væri fárlegt að hafa þessar skerðingar og okkar, en þeir sjálfstæðisflokkurinn stærsti þingflokkurinn í ríkisstjórn. Já, Þú veist, hann, er það bara ekki smá- hann bara ræður þess ekki, hann er ekki heilbrigðisráðherra. Nei. Það er bara heilbrigðisráðherra sem fer með þetta samkvæmt lögunum, sko. Já. En menn reyna að Mega hafa þeir bara klukkasundan ábyrgð, bara, þú veist. Nei, auðvitað ber þeir líka ábyrgð. Á endanum verður einhver málaminnur ríkisstjórnir þetta. Já. Og menn gefa eftir. Þetta er bara að lýra sér fyrirkomulega svolítið að þessu, eins og þingflokkar eru. Þú getur ekki alltaf bara ef þú fær ekki þitt fram þá setur bara ekki með í þingflokknum. Stundum verður bara undir. Þín sjónarmið geta orðið undir. Þú getur ekki alltaf verið bara þetta snúist allt um þig. Og það er svolítið þannig í ríkisstjórninni. Ég held bara sjónarmið sem hafa verið mjög áberandi bæði því að Áslaugu og Þórdísi hafa bara ekki náð eins miklu fylgina ríkisstjórnar eins og þær vildu. Nei. Og þess vegna hafa þær bara orðið undir. Já. Og við því ekkert að gera, þá bara gerist hlutinni svona. En þær hafa þó verið duglegar að halda þessi sjónarmið uppi og eiga bara þakki skylda fyrir það. Já. Og kannski haft áhrif á þetta alls saman þrátt fyrir allt, sko. Já. Mér langar líka að skjóta inn í að því við erum núna að þessara hlutverk þingsins bara í þessu öll saman. Hvernig er það þegar er það rétt að löggjafarvaldið við erum búin að setja eins og 2 metra regluna? Er það ekki bara þingstillaga sem er orðin bara... Nei, það hefur ekki með þingi að gera. Málið að valdið svo mikið hjá stjórnvöldum í þessu. Og þegar þú ferði svona miklar aðgerðir, þá hef ég sjálfur kosið að sumt færi til þingsins. Að löggjafinn tæki afstöðu til þess. Já. Menn hafa komið sér svolítið undan því. Það hefur aldrei verið gert, það er nokkuð? Að sóttvarnatakmarkanir hafa verið teknar verið þingi? Nei. Ég held að vera eitthvað lítið um það. En það er auðvitað nauðsynlegt að taka þá umræðu í þinginu. Hefði ekki bara alltaf þurft að gera það? Kannski ekki alltaf. En ég segi allavega svona stærri ákvörðun sem mikið er undir. Og ég veit það ekki. Ég meina, það þarf auðvitað bara að skoða það. En ég held að mér finnst í sjálfum sér að svona mjög takmarkandi ákvarðanir fyrir líf okkar í svona langan tíma að það kom aldrei fyrir þingið. Mér finnst það alveg ómögulegt. Já. Algjörlega, vilt þú taka næst spurningu það? Já. Númer 7. Nei, þú mátt taka hana. AHA menn. Leifur, hvað veist þér um AHA? Ég elska AHA. Ég hef bara einfalda líf mitt ekkert smá mikið með því að Brynjar, hefur þú einhvern tímann tekið AHA heim? Láttu senda matiðin heim að dyrum? Nei, hann tekur af skútuna. Já, ég er nú í rafskútubanni en þá. Já. Nei, ég ger það ekki. En þeir elska að horfa í baksýnisspegilinn og þeir senda okkur skilabóð fyrir þátt og voru að lesa gamalt viðtal við frá árinu 2013. Það er 9 ár síðan og það verður áhugavert að sjá hvort það sért á sömu skoðun, en þar talaði þú að það væri skynsamlegt að lögleiða kannabis og jafnvel önnur fíkniefni líka. Ertu ennþá á þessari skoðun? Já, ég meina, hvað varðar mig það hvort fólk fær sér kannabis ekki? En það þarf auðvitað að hafa reglur og það eins og allt annað, sko, þegar komið atvinnurekstur kringu það. Hver á að selja það? Hvernig á að hafa þetta? En, þú veist, ég meina, ég er alltaf bara þeirra skoðun að menn er bara að bera svolítið ábyrgð á sjálfum sér. Já. Ekki alltaf einhvern kerfi eða ríkisvald sé að bera ábyrgð á okkur öllum. Já. Og en hins vegar er meðferð sko annara fíknefna svolítið flóknara mál. Þess að það efni er per se bara sko lífshættulegt. Það er að segja, ef þú ert með í vörsluðinu eitthvað amfetamín eða heroín og barnið tekur það og gleipir það, þá er það kannski bara dáið. Já. Þetta er svona annar styrkleiki. Það gerist ekki þó barnið komst í kannabis eða áfengi, sko. Nei. Og þannig að það er allavega miklu strangari reglur í kringum sko, sterkari efnir heldur en kannabis eða áfengi. En ég er ekki að mæla með neyslu þessar efna. Nei. Það með ekki skilja það. Ég er bara að segja, hún er samt veruleiki. Já. Og þú ert að búa til ótrúlega flókið sko álag og lögreglu ákjörð og dómstóla yfir einhverju slíku. Látið það bara eiga sig. Nema menn það brjóti þá reglutar hvernig þetta meðferð þessara efna sko. Það er að setja reglur. Hver á að geta selt þetta? Hvernig áttu að fá þetta?
En það eitt að vera með vöslun sínum einhvern magn, þó að sé mikið magn af kannabis, að það sé sjálfur sé bara þunga refsinga við því, sko. Ég er ekki alveg þar, sko. Nei. Þetta er í umferð, það er betra að setja bara regluverki í kringum þetta og þetta er ekki skaðlegt að sama toga og heroin og amfetamin og annað. Já, það sem er bara lífshættuleg efni per se, sem hitt er ekki, sko. Nei. Þó að sé mjög skaðlegt langvarandi neysla á kannabis er mjög skaðilegt til lengri tíma fyrir þann sem, en það þá ákvörðum viðkomandi að neyta þess, sko. Já. Og hann má alveg eðilegja sér heilan mín vegna, sko. Og mætti hann kaupa þetta í búð? Já, það er bara spurning, sko, hvernig fyrirkomulega hefur það? Er það bara ríkið? Eða einhverja sérverslanum í leyfi? Skilur þú? Hvernig viltu hafa þetta með áfengi? Ég vil þetta hafa bara áfengi í bara sama rekstur svo allir annar rekstur að vera. Það breytir einhver, það þarf ekki ríkistarfsmenn til að afhenda okkur áfengi. Þetta er bara eitthvað... Ég er enda verið að hafa ríkistarfsmenn til að rétta mér áfengi. Já, bara sumir stjórnarmenn fara bara algjörlega á hjörunum. Ef einhver annar heldur opið starfsmaður afgreiði vínið. Ég meina, hann afgreiði ekki á barnum. Og ég meina, þetta er bara eitthvað gamalt. Þú getur alveg sagt þér, það þarf ekki ríkir eitthvað sem verslanir. Bara Jói Jóns og Gunnar geta bara fengið leyfi til að reka sérstaka áfengisverslun. En þá tekið sama eins og við erum að taka með sóttvarnatakmarkanir áðan. Sjálfstæðisflokkurinn er bara ríkisstjórn bara 80-90% af senustu 20-25 árum. Hér erum við ennþá að röfla þetta. Já, það er að því það har aldrei verið meirhluti fyrir þessu. Öll Vinstri-hreyfingin meira og minna, flokkarnir hafa verið á móti því. Það má aldrei ríkisstjórn að missa vinnunni í huga þessa fólks. Sem færu þetta bara að vinna hjá einkaaðilanum í staðinn, sko. Hverfur ekkert vinnan. En þetta er bara svo ríkt í þessu fólki að ríkið sjá allan rekstur. Já. Og svo hafa bara framsóknarmenn verið líka móti þessu líka. Þannig að við hefum bara verið svolítið ein. Já. Og þó þau séum búin að vera ríkistum meira og minna, verið stærsti flokkurinn, áhrifamesti flokkurinn að mörgu leyti. Aldrei ná þessi gegn. Aldrei ná neinu viti í áfengislöggjöfin. Er þetta einróma innan Sjálfstæðisflokksins? Nei. Svo er þetta alltaf einn óverkur sem er ekki sammála okkur, sko. Viðreist fóru með ykkur í þessu, ekki? Ég held það. Já, það er kannski helst Viðreist sem er nú kannski mesturleiti gammal hlut og sáttaflokkur. Já, einmitt, já. En að þessu leitun hafi verið sammála okkur þó ekkert sérstaklega spennt fyrir því, sko. Nei. En þetta er bara menn einhvern veginn trúa því. Þetta er alveg sama umræðan og var áður en bjórinn kom. Svo ég var sko að vera 30 þegar bjórinn kom. Já. Árum ekki fættir, sko. Nei, þeir eru ekki fættir. Og baráttan, alveg sama baráttan, menn bara segja, ef það kemur bjórinn, við seldum sterkt, sko, ef það kemur bjórinn, þá mun bara heilsu þjóðarinnar, rigna svo svakalega, hún myndi ekki geta unnin, hún er alltaf full, þetta er allt tóm della, en þetta er allt byggt á sömu sjónarmiðum núna, eins og er núna líka, það að afnema enga rétti ríkisins á sölunni, eða hafa þetta, veist, eitthvað frjálsara. Nei, þjóðin verður fárveik, sko. Já, og þetta á sér alveg einhver hliðstæði í því sem er að gerast í dag varandi COVID mögulega, að fólk er mjög hrætt við að breyta því sem það þekkir og þá allt í einu verður frem til laus, sko. Við erum bara alltaf hætt að treysta, kerfið er hætt að treysta, stjórnmálamenn er hættir að treysta fólki sjálfu fyrir sínu eigin lífi. Við erum alltaf búin að taka alltaf ábyrgð. Reyna að hafa vit fyrir fólki. Já, við tökum alltaf smátt og smátt svona ábyrgna fólki. Því við erum að hafa vit fyrir því að við erum skynsum, en fólki er ekki skynsam. Sko. Og þessi þróun svona langan tíma held ég sé mjög hættuleg. Þannig að fólk er bara alveg orðið sljótt. Þetta er ekki mér að kenna, sko. Það er bara kerfinu að kenna, það er ekki að sinna mér, sko. Já. Og þannig að smátt og smátt hefur þetta mjög slæm áhrif á samfélagi þegar allir er fannir að treysta á það opinbera, ber ekki sjálfur ábyrgð á eigin lífi og eigin ákvörðunum og þá held ég bara sjálfur, það er mín skoðun, það er bara skaði í samfélagi til lengri tíma. Við þurfum að læra að taka ábyrgð. Og því að ég teki eftir sem er börn, sko, að ef þú lætur barn finna til einhvers konar ábyrgðar, þá er ekki að tala um að lemja það. Nei. En börn þurfa líka, leiðu fá vit, þá þurfa að finna til ábyrgðar. Já. Annars bara haga þessu svo sýnist. Já. Að því þau þurfa alltaf að taka ábyrgð á hegðun sinni. Þau verða að finna til ábyrgðar. Finna það að það er einhvers konar, það hefur afleiðingar að hegða sem er röngum hætti. En það má heldur ekki eitthvað börnum, sko.
það má ekkert, þú mátt ekki svona skamma þig, Nei. þú mátt ekki láta að finna til ábyrgðarinnar, þú ert að gera það leið og fá viti, sko, það er ekki að byrja 10 eða 12 ára, sko. Nei. Og þá bara einhvern veginn, veist, má þetta ekki, og svo bara einhvern veginn er við orðin bara algjörlega sljó og kerfið verður bara sjónungur. Já, og ef þau klikka þá það kerfin að kenna. Sjálfsögðu. Já, sjálfsögðu, já. Kerfið ekki að standa sig. Já. Þið heyrið þetta bara í fjöluminn hverjum degi, sko. Já. Viltu kannast það? Já, kölska menn, okkar menn. Ég lúkuðu vel í úrskutinni maður. Já, ég í kölska bólum í kvöld, þetta hrikalega flott lína. Apperbón, en þeir eru Brynjar líka, sko, ég var að skjóta það inn, sko, Brynjar hann hefur oft bölvað, sko, mönnum sem mætt ekki vel klættir í púlt, sko, á Alþingi. Hann hefði þetta gefið þeim gjafabréf á kölska, sko. Já, þeir eru geggjaðir, endilega kíkil þeirra. En þeim sveltist á kaffinu daginn, þegar ég sá fréttina Brynjar býður sér frá allir forseta. En þar kom fram að þú sækist eftir að vera forseti Britsambands Íslands. Já. Sko, ef við Hvort þetta betri skák eða Brits, byrjum á því. Ég held ég sé svona núna heldur skári Brits. Ok. Já. Ég á meiri séns í landsliðsmenn þar heldur en í skákinni. Já. Hvort þetta skemmtilega? Britsi líka það? Já, núna. Já. Skákin var auðvitað meira þegar ég var í menntaskóla og háskóla. Sátu nú löngu stundum í háskólan og teltu, sko, þegar nefntum aldrei að lesa. Nei. Og svo fengið sér með í og Já. sterta því að mátti ekki vera bjór. Já. Og svo þurftu að skrölda einhvern veginn bara heim. En það var mikið telt í háskólan. Já. Mjög mikið. En svona seinni árin hefur Britsins svolítið tekið þetta yfir hjá mér. Hvernig myndur þú segja, að því að mjög gaman að hafa mann sem í báða heima, hversu erfitt er að komast inn í skákina og Britsi? Hvort er erfiðara? Að því ég hef oft hort á Brits og hugsa bara þetta er útlenska, en kannski horfir fólk þannig á skák líka sem hefur ekki telt. Já, það er erfiðara að vera góður í skák heldur góður í Brits. Ok. Já, það er mitt mat. Já. Það er svo ótrúlega flókið, sko. Brits er aðeins einfaldari. Finnst mér, já. En þetta er þetta bara spurningi. Þú ert alltaf einhvern veginn að þjálfa, sko, hugan, þetta muna. Og okkur hætti til þau veldu, sko, við hættu jafnvel að lesa mikið og hættum öllum þrautum. Og þá held ég bara elliklöppin komið fyrir en þeir þurfa, sko. Já. Og þess vegna er ég kannski að þessu. Ekki seinna vegna kannski fyrir mig. Hvað maður háður makkarnir sínum í Brits? Þú ert mjög háður honum. Já. Eða þú veist, ég er að segja, þú veist, þú er búin að æfa einhver kerfi og svo bara að fá nýja makk, eða þá bara allt til einskis? Já, ef þú fær nýja makkar skyndilega, bara eins og gerist oft, þá þarftu nú aðeins að fara áður en spilið byrjar yfir helstu. Er þetta bara svo að fá nýja konu eða hvað neða? Já, nú þekki ég það ekki. Nei, þetta er, sko, þú veist, ásaspurningar með sikkurinn, menn hafa hver sínar sitt lag á því. Já. Og hvernig bregðast við og hvernig með svara ákveðnum sögnum. Þannig að þú far allt í einu bara nýjan, þá bara spyr maður þessu, sko. Já. Og hvernig kallar þú, hátt eða lágt. Þetta er að vita. Það ekki fund fyrir það? Já, hann getur bara verið 2 mínútur, sko. Já. Þessi helstu atriði. Já. Hvernig kallar þú, hvernig svarar þú í ásaspurningum og hvernig spurðu áspurningum. Og Það er meiri sálfræði þessin í skákinni, held ég, þó að skáki sér að sálfræði líka. En það sem er öfugt, sko, við þetta, að þú hefur fyrsta lagi makker og þú hefur andstæðinga líka, sko, og það eru 2 á móti 2, sko. Og það verður svona meiri sósíal kringum þetta heldur en skákinu. Stærri félagsliði þáttur. Já, mér styrir svona minni nördar í Britsinum heldur skákinu. Já, ég samanlegaður, já. Aðeins minni nördar, þetta er allt nördar. Já, kemimenn, okkar menn. Já. Þeir eru með allt upp á 10 í sóttvörnum ef að menn vilja ennþá greiða sér grímu. Já, ég verður að lesa upp fyrir því, sko. Þeir eru með tilbúðsvörurina, þeir eru með lyktarendir hinsefni, slípiband, silkipappaskífu á 122 krónur, öryggisskó á 450 og já, tunguháls 10. Já, og sjálfsögðu tunnutrillin. Og rafgeimirinn. Já, mikilvægt að passa bara rafgeiminn, en þeir þeir benda réttilega á það að þú skráður í Val. Já. Og Fasteignafélagið Val. Já, fasteignafélagið Val, nákvæmlega. Já, ég var eitt af státtum með því. Já, þarna í Hlíðarenda félaginu, já.
Þú veist aðeins búin að koma inn á áðan en ef við förum yfir knattspyrnu ferilinn bara Hvað stöðuspil eru? Það kallaðist í Ving í gamla daga. Kantar eða? Nei, svo var kantmenn, svo var Ving og svo var center. Það var 5 manna framlína. Inverted winger Milli. Svona vængbakur? Það var 10 var vinstri Ving og 8 var hægri Ving, 9 var centerinn og 7-11 voru kantmennir. Þannig var þetta þegar ég var barn. Svo voru fullbackar númer 2 og 3 og hafsendin númer 5 og miðjumennir voru bara 2 og þeir voru númer 4 og 6 sko. Já. Það var mjög allt í föstum skorðum. Varstu eitthvað nálægt meistaraflokki einhvern tímann eða? Ég spilaði, ég spilaði mér sem meistaraflokki en ég var í svo löngu hættur. Þeir voru alltaf að draga mig inn aftur nokkrar æfingar og ég náði að spila aðeins, Já. Ég bara byrjaði að vera Íslandsmeistari í 15 flokki. Já. Það voru frægi menn í því liði eins og Pétur Omsle, heyrt það nafn. Sævar Jónsson, sem síður eru meistaraflokksmenn, Albert Guðmundsson, sem var ekki búið í Íslandi mjög lengi en var mjög góður. Það var mikið svakarett lið og sérandi. Hversu góð var Albert? Albert var svo góður á þessum tíma í 15 flokki. Hann var svo skotfastur. Við spilum á stórum völlum, svona litlir. Já, bara guttar. Ég var yngstur því að ég var 2 árum yngri en þeir. Þetta voru 10-12 ára krakkar sko. Spilum á bara venjulegu stórum velli, það var ekki tvert. Nei. Og hann var svo skotfastur, það var að aukaspyrna langt út fyrir teig. Þá var það bara svo víti. Já. Lítill markmaður skilur. Þannig að hann sko gat skorað eða bara hvað sem á vellinu sko. Hann var mjög öflugur þá. Bráðþroskaði, stærri sko, sterkari. Þeir eru með bónusbendingu að ekki kemi. Jú, en bara því að minnast á Albert, þetta minnir mig á barnabandið hans sko. Og Allarna. Erum við ekki að tala um Albert Guðmundsson? Nei, þetta er annar Albert. Þetta er allt annar Albert Guðmundsson. Ég var að vona ekki segja þetta því ég vissi að þetta var ekki saman fyrir. Þetta var Albert Guðmundsson spilað. Brynjar er gamall en hann er ekki það gamall sko. Nei, þessi er sko, þessi Albert Guðmundsson er bara fæddur uppalinn í Kópavoginum og bróður hans hét Brynjar Guðmundsson var markmaður í Val og þetta voru Kópavogsbúar eins og var algengt í gamla daga að Kópavogsbúar og Vesturbænum við Kópavogi spiluðu með Val. Sævar Jónsson er einn af þeim. Já. Og hann spilaði lengi í Valslinu og hann var í þessu fræga Valsli 1976, þetta er allt áður til fæðist sem var algjörlega ósýrandi og flott lið frá 1976 til 80 og síðan fer hann bara til útland og spilar sko, Tyrklandi, Kanada og viðar sko og hefur alveg horfið svona frá Íslandi kemur bara þessi gestur frá öðru hvoru menn þekki hann ekki almennt ekki ungt fólk. Nei, ég var ekki búin að heyra þetta. En það voru margir góðir og svo náttúrulega árgangur svo undan okkur var enn betri það var sem voru fæddir svona 57 þá voru það Atli Eðvaldsson, Guðmundur Þorbjörnsson það var svakalegt valslið þessum árum sko. Og við alveg átti Íslandsmeistar bara meira og minni öllum þessum flokkum þessum árum þegar ég var barn sko. Þeir eru með bónusbendingu. Rétt. Þeir eru að sækja heldur betur byssur, þeir eru að sækja Aron Jó og Hólmar Örn. Er þetta Íslandsmeistaralið? Já. Nú hef ég bara ekki hugmynd um það. Ég bara er orðið afskaplega lítið inn í þessu. Tilfinningi mín til Vals er hins vegar alveg ótrúlega sterk. Því ég er alltaf elst bara upp þarna á Hlíðarenda. Við lékum okkur þarna alltaf og vorum alltaf þarna. Og eins og konur mér segir ef ég fer á völlin, þá heyrum við það bara hvernig ég gengur tröppin og hvernig leikurinn fór. Bara skynjar það er allt annað göngulag. Og ég get alltaf þess að horta á þetta. Ég bara taugarnar leifa þetta ekki lengur, ekki einu sinni í sjónvarpi. Þannig að það sem ég ger í sjónvarpinu sko, er að svona stilla öðru hvora á það Valur að spila og fer svo eitthvað annað. Síðan fer ég bara tímaflakki að Valur vann og horfa allar leikinn, en ekki að Valur tapar. Í alvörunni? Já. Þetta bara hefur verulega áhrif á andlega heilsu mína, hvernig liðinu gengur. Já.
Ertu eins? Og í öllum flokkum, kvenna og kalla og öllum boltum. Og þess vegna fylgist ekki heldur vel með Tottenham. Ertu harður Nei. Tottenham maður líka? Já. Alveg eins? Já, ég búin að vera það sem 1966. Og þess vegna horfum við lítið á þá líka. Alveg þrautaganga. Já, ég horfi á bara þá í Tímaflakki. Tímaflakkinu er vel gengur, sko. Já. Þetta hefur einhvern veginn svo mikil áhrif á mig, hefur bara aukist með árunum. Já. Og það var sérstaklega við Val, að ég bara einhvern veginn svo tilfinningatindur sér félagi, Já. að það bara hefur áhrif á mig. Við höldum ekki saman gömlu félagarnir. Við erum ennþá að hittast Þorgrímur Þráinsson, Sævar Jónsson og allir þessi strákar. Og enn eldri kallarnir bæði í handboltanum og fótboltanum, spila golf saman, fara til útlanda saman. Menn eru endalaust að halda þessu. Þú eignast eiginlega vini til lífstíðar bara að því þú ert barn í einhverju félagi. Já. Og menn hafa haldið hennar hóp og þetta er bara... En að ég er í hópi með mönnum eins og Halldór Einarssoni Hensson, sko. Já. Sem er þó einhverjum, sko, 13 árum eldri en ég, sko. En þetta er bara svo mikli valsmenn og menn hittast í fjósinu og spjalla og fara yfir málinu. Þetta er ótrúlega öflugt félagslíf og gott fyrir marga. En Leifur, ég skauta yfir eina spurningu á hann. Já. Ég var að fatta það núna. Ég ætla að taka hana. Já. Nú hefur Brynjar Níelsson oft verið kallaður öfga feministi og var mikil ánægð með hans ráðningu sem aðstofamaður dómsmálaráðherra. Ýmsir þingmenn aðri gagnrýndu ráðningu Jóns Gunnarsson á þér sem aðstoðarmanni hans. Vísar þú þessari gagnrýni til föðurhúsanna? Halldór og Mogensen þingmaður Pírata héldi til að mynda fram að á meðan að þeir tveir væru yfir þessum málaflokki, það er í kynferðisafbrotamálum, yrði ekki tekið almennilega á þeim málaflokki. Sko, þetta fólk vil fyrst að segja, það er Alþingi setur lögin. Þetta fólk getur sett hvaða lög sem er meðferð sakamála eins og þau sýnir, sko. Það er ekki að vera að djöflast í einhverjum dómsmálaráðherra, sko. Nei. Og dómsmálaráðherra skipti sér ekki að einstökum lögreglurannsóknum eða ákærum eða dómurum, sko. Nei. Menn eru bara út í einhverju móa í þeirra umræðu. Já. Það sem við höfum hins vegar gert, eða ráðherran eftir að sagt, ég er bara aðstofamaður hans, það sem ráðherran hefur gert, eftir að koma í ráðundi, er fyrst að geta með tekið, finnst mér almennilegum tökum í að reyna að koma til móts og reyna að bæta svolítið réttarstöðuna. Það er að segja aðeins sem snýst auðvitað aðlum að menn hafi svona ákveðin aðgang og upplýsingar hvað er að gerast. Við erum ekki að fara að gera einhverjum aðilumál sem er að krefja, sko. Já. En það sem snýr auðvitað fyrst og fremst er að meðferðin sé fagleg og sæmilega hröð, þannig að það sé ekki að dragast árun saman. Og við erum að fara í alveg gífurlega mikla breytingar í þessu og reyna að koma því á koppinn. Að þessi meðferð verði í raunverulega bætt réttarstaða en ekki að fara að elta þessa hópa sem í einhvern atriðum sem mun þvert á móti, mun ekki bæta réttarstöðun heldur þvert á móti. Já. Þannig að menn verða að fara varlega. Svona umræða má ekki vera einhverjum upprópum með einhverjum pólitísku slagorðum. Nei. Hér þarf að vanda til verka, það er mikið undir. En nú er ég mögulega farin á jarðsprengjusvæði, en þarna... Ég er alltaf á þeim. Já, ég er nefnilega fer aldrei á þau, sko, ég strax líður illa en það. Nei, þarna, þú veist, að finna þessa línu á milli þess að það er búið að vera að tala um það og það sé ekki gott að það sé verið upprópamenn bara á samfélagsmiðlum að þeir séu glæpamenn eða sérst búin að fremja einhver brot og samaskapi tala margir um það líka að fara með þessi þarna mál fyrir dómskerfi að bara 90% málunum er bara fellt niður, þú veist, þar, þú veist, er eitthvað hægt að gera? Þetta er bara saman sem öllum öðrum málaflokkum. Sum mál bara upplýsast ekki. Og þar leðandi fallaði niður. Sökin sannast ekki. Það er ekki bara í þessum málum. Nei, þetta er hluta einhverju pólitískri baráttu, sko. Feðraveldis hugmyndafræði og við stundum bara það að kúfa konur og maður sé bara þannig, karlmaðurinn, sko. Og þetta er svona einhver svona hugmyndafræðileg barátta, sko. Við getum ekki breytt öllum reglur réttaríkisins í þeim tilgangi. Að menn takja bara gott og gilt og snúi sönnabyrði við eins og kröfur og sumum í svona málum, sko. Ekki öðrum málum, þetta er bara þessum málum. Já. Menn hafa brent sig á þessu í allir mannkynssögunni, sko. Hvernig menn eyðileggja réttaríki, þessar reglur sem er svo mikilvægar, að menn séu ekki refsað. Ríkisvaldi beiti ekki fólk refsingum nema söki sér sönnuð. Vill einhver fara aðra leið? Nei, ég meina, svo er það að segja eitthvað 90% sko sundaði, sko ég hef alltaf búin að vera í
í dómsölunum í 30 ára eða eitthvað sko. Og verið í lögreglurannsóknum og að sumir sem málu þetta engin brot. Já. Veist, menn eru bara graut öllu saman. Það uppfyllir ekki skilir í hegningarlans að teljast brot. En menn eru einhvern veginn að teygja þetta svolítið út á suður sko. Þannig að það verður aldrei málefnileg umræða um þetta. Við erum tilbúin í málefnileg umræðu hvernig við getum raunverulega bætt réttarstöðu fólks í meðferð svona mála hjá kerfinu. Fyrst hjá lögreglu, ákæruvaldi og svo fyrir dómi. Það er, ef við tökum bara smá málefnilega umræðu um þetta, að þetta er eins og þú segir, umræðan er út um allt. Það er verið að blanda alls konar hlutum saman. Grauta öllu saman, skyldu og skyldu. En staðreyndin er samt svo að það er sjaldan stænt í þessum málum og einhvern tímann er fólk kannski hvað til þess að bara kæra ekki. Er eitthvað hægt að gera samt? Ja? Býtu, akkur er verið að hvetja fólk til að kæra ekki? Af því að það er bara sagt, þú vinnur þetta mál aldrei. Býtu, ég hugsa svona, þessi ekki komin á 60% af dómum í sakamálum eru kynferðisbrot. Er það? Ég hugsa sér nálgast það, já. Það er, já. Farið bara yfir dómasafnið, farið bara yfir dóma þessar hérastóma í sakamálum. Hvaða sakamáli er verið að dæmi? Allt meira meina kynferðisbrot, sko. Já. Svo bara segja menn, já, það er bara ekkert sinnt þeim málum. Það er bara ránt. Já. Hins vegar er það auðvitað bara þannig að sum mál bara nást ekkert upplýsast. Sum mál jafnvel bara með við lýsingu brotaþola telst ekki eins og brot samkvæmt lögum. Þau eru bara felld niður. Já. Sumur náður ekki tökum á vegna þess að það er kannski misvíðandi framburður. Þá segir það því ekki tvær með fyrir dóm. Það verður bara sýknað. Já. En menn alltaf að krefjast þess bara að niðurstaðan á endanum sé eins og ég vil að hún sé. Já. Það verður aldrei þannig. Og ef menn alltaf fara þá leið, þá endur tökum við bara hörmungarsögur fyrir alda, sko. Já. Vilja menn fara þangað? Ég segi nei. En ég finna auðvitað til, ég get orðið fyrir broti. Og mér finnst ég bara einhvern veginn vera varnarlaust, ég fæ bara enga niðurstöðu í málið. En ég verð að una því. Ég ætla ekki að brjóta niður þessar mikilvæga reglur réttarsýkis til að ég nái mínu fram. Hvað finnst þér um það sem hefur orðið svolítið núna í seinni tíð, sem sagt, þegar það næst ekki niðurstaði málið, þá eru menn og konur oft, alla menn alltaf, teknir af lífi á staðinn bara á samfélagsmiðlum og kannski bara sá dómur sem þeir fá kannski utan réttarkerfisins er ansið þungur oft og jafnvel þyngri en það sem myndir nokkuð tíma að fá innan dómstóla. Já, í raun. Já, sko, sjálfur finnst mér ekkert, sko, það er ekkert að segja við því ef einhver segir sjálfur frá því að hafa átt einhverjum svona samskiptum eða finnst það brotið á sér? Já, finnst brotið á sér. Segir frá því. Við komum til sjálfur. Já. Það er bara hlutið þetta tjáningarfrelsinu og þú getur gert það. En það er ekki þar með sagt að við þurfum öll að vera svona meðvirk og gera kröfu það að við komum til sér rekin og svo framvegis. Menn eru bara svona að hópa. Ekki einu sinni fórnarlambi eða brotaþolinn sjálfur að segja frá. Heldur eru menn að reyna að afla upplýsinga menn til að segja að þeir hafa brotið gegn hinum og þessum. Þeir voru skipulag starfsemi, sko. Það líst mér illa á. Ég held að það sé alveg mjög bagalegt. Og svo ráðast þeirra fyrirtækina sem þeir eru að vinna hjá og þrýsta á fyrirtækin. Það er orðið skipulagt þannig. Svo lýsir KSI-dæmi. Bara þrýsta á að hreinsa þar til og eitthvað svona, sko. Já. Þetta er mjög hættur í þróun. Þetta var hins vegar mikið notað í gömlu kommunistarríkjunum. Útilokunum menningin. Það var þrenns konar aðferðir sem voru notaðar, sko. En menn fyttuðu ekki inn í og gerðu ekki réttur hlutina. Þú varst bara skotinn, eða drepinn, sendur í gúlagið og þriði möguleiki var svona útilokun. Það segja að þú férst ekki vinnu, férst ekki húsnæði. Þið var svona ítt út úr samfélaginu. Já. Af því þú varst ekki alveg á réttum stað. Þú varst með eitthvað mótþróa og þú varst, sko, þetta er allt verið notað. Og nú er þetta notað, nú er tækni bara gefur mönnum kost á því að fólki sjálft getur gert þetta. Nú þurfum við ekki lengur einhverja stasi í öryggislögreglu, við getum gert það bara sjálf. Já. Og það er það sem er að gerast. Og það sem ég finnst óhuggulegt að þegar einhverju svona hópar
taka sér saman að veitast að einhverjum ákveðnum mönnum á þess að vita neitt og neitt hefur upplýst atvikin í raun. Það liggur bara einhver frásögn fyrir einhvers. Slíkt samfélag verður aldrei síða samfélag í mínum huga. Þetta hættuleg þróun. Við getum öll lent í þessu. Já. Og meira sér hefur það gerst að menn sem hafa verið flagga ég trúi þegar að snýra einhverjum öðrum en þeim sjálfum. Svo allt í einu þegar að koma þeim sjálfum og þeir hafi gert eitthvað að fyllir í og gátu ekki að fara í frambóð einhver staðar í S.A.A. eða einhver staðar Þá allir, það engin, allar fyllibyttur hafa eitthvað gert eitthvað af sér að fyllir í. Það átti að fara að afsaka það, Já. Ég segi bara, heyrðu, þetta kemur allt í baki á okkur. Hættum þessu bara alveg. Hættum að ráðast á fólk. Annarkvort bara fer málið í hefðbundi farveg, við fáum einhverja niðurstöðu og menn bera bara þá refsi ábyrgð, enga frekar ábyrgð. Þá refsi ábyrgð. Svo þau búin að afplána hana, eru þau bara fullgildir þegnar í þessu samfélagi. Þannig á það að vera, þannig það síðað, förum ekki annað. En fólk alltaf gera það bara eins og sýnist að því það einhverju réttlætisbarátt. Þetta snýst auðvitað bara alltaf með eigi réttlæti. Yngra annara. Já. Og hafið það. Payday? Já, Payday-menn. Algjörlega. Það rétt hjá okkur núna? Já, gott að vera átni nákvæmlega Payday-maður. Þeir taka alltaf vel á móti ykkur í kaffi, þeir eru með virkilega Já, okkar maður Auðunbræði, hann mældi með þeim. Já, þeir eru með mjög þægilegt viðmót fyrir bara meðastór lítil og einstaklinga fyrirtæki sem að vilja sjá bara bókaldi fyrir sig. Einfaldar reikningar gerð bókald og launagreiðslu fyrir sjálfstæðstarfandi einstaklinga lítil og meðastór fyrirtæki www.payday.is. Þeir eru að bæla. Þeir voru að lesa skoðanakönnun í gær. Alveg eins og kölskamenn, þá sveldist þeim á kaffinu þegar ég sáu að samfylkingin að núverandi meirihluti í borgarstjórn var að bæta þessu tveimur og sjálfstæðisflokkun að tapa fylgi. Er Dagur að fara að pakka sjálfstæðisflokknum enn einu sinni? Ég veit það ekki, ég man bara það skoðanakanna fyrir þingkosningar í haust, þá var allir þessi flokkar að gjörsigra. Töpuð allir, ég bara löngu hættur að hlusta á þessar skoðanakannar. Ok, en Dagur er samt búin að vera með konkurinn í Reykjavík. Ef bara Reykjavíkingar vilja hafa þetta svona, Já. Eins og þetta hefur verið, allir óánægðir einhver... En nóg á opinberum starfsmönnum? Já, nákvæmlega, þeir eru heldur margir, Þeir eru náttúrulega bara til að kjósa. Já, ég meina, til dæmis bara, eftirlaunamaður eða eitthvað, það bara snýst hvað fæ ég mikið úr kerfinu? Já. Öryrkja, hvað fæ ég mikið úr kerfinu? Akkur að kjósa eitthvað... Annað? Já, ég meina, þetta snýstu þetta bara, hvað skiptir máli? Rekstur borgarna greinlega algjörlega í mólum, skipulagsmálin algjörlega í mólum, skuldirnar hannast upp, ekki framboð á húsnæði, skipulagsmálin algjörlega í mólum. Til og með rétt, við ætlum bara að halda þessu meirhluta bara áfram. Já. Og svo byrjar að þauðsa leiður búin að kjósa það. Á sig ég skil ekki þetta lýraði, en ok. Ég bara virði það. Þetta bara einhver niðurstað þá, ef þetta verður niðurstað. Ég sé bara verði ykkur og góðu, Já. Ég meina, þeir eru búin að stjórna þessar borg mjög lengi og allur reksturinn bara algjörlega í fullkomnum mólum. Já. Það kemur auðvitað skuldendum, en við borgarbúum finnum ekkert fyrir þessu. Daglega, eða svona, Nei, það er bara snertur á einhverja skuldir, hvað varðar okkur það? Það er enginn að pæla í þessu. Nei. En auðvitað fáum við einhvern tímann þetta í baki. Já, fáið reikningin einhvern tímann, einhvern tímann fáið reikningin og svo þessi flokkar eru þetta bara fróðusnakksflokkar, Það er allt einhvern fróðusnakk alltaf, þessu hugmyndir, eitthvað svona, mann finnst alltaf en ábyrgð í stjórn. Bara einhvern veginn, sveitafélagi fyrst og fremst rekstur, miklu minna pólitík. Bara rekstur, skynsamur rekstur, við vitum hvaða lögbundna skyldur eru, hvernig ná menn að sinna þessu skyldum og halda reksturum í einhverju horfi og svona. Já. Allt þetta er í mólum. Við svo kjósa samt einhvern veginn Dag og Dóru Björk, sem er alltaf bara algjör snilda, að einhverju skuli detta í hug. Þetta er fólk sem við höfum þetta ekkert fram að færa, hefur enga sess inn í neitt og veit ekki neitt. Það er bara að lifir í einhverjum sveimhugar. Og svo bara borginni bara stærsta fyrirtækið aðeins bara hendi í hendurnar á þessu fólki
svo bara, já, ok, gott og vel ég meina, ég virði bara lýðræðislega niðurstöðu ef fólk bara vill þetta, þá verður það bara að vera svo sko. Já. Þú ert búsettur í Reykjavík, ekki? Já. En þú sefur róttan enn veist að Dagur stjórnar öllu. Nei, ég sé ekki rótti við því ég bara segja það þetta er auðvitað bara veist, eins og menn myndu segja útlensku hilaríu sko. En einhvern veginn ungt fólk einhvern veginn bara veist, þegar maður fór alltaf að velta fyrir sig hverju eru kjósendur sko. Það er 25% þeirra eru opinberir starfsmenn 10% svo er annarins hópur eftirlaunamenn sem allt er að fá einhvern veginn úr almannatryggingunum, einhvern þar úr kerfinu. Já. Hvernig er þeir að kjósa? Bara einhvern sem lofar mest. Já. Svo er restin, orðið skólafólk, en þeir sem er að sinna henni einhverju atvinnurekstur reyna að lifa af í einhverju atvinnulífi, þeir eru bara minnstur hluti kjósenda. Já. Og þess vegna held ég að, veist, ef þetta væri einhvern veginn öfugt, þá væri þessi vinstriflokkar varla til, sko. Já. Í mínum huga. Algjörlega. En þetta bara, veist, alltaf færri og færri á vinnumarkaði. Það eru færri, það er bara alltaf færri og færri á vinnumarkaði og sem vinna fyrir hvern sem er einhver stað með einhver konar aðstoð á kerfinu. Ég er ekki að segja að það ekki vera almannatryggingakerfi og við erum að halda þetta þá sem minna mega sín. Á frjálsum vinnumarkaði áttu við Já, ég er að tala um að frjálsa vinnumarkaði og líka bara svo sem við tökum líka opinbera vinnumarkaðin inn í. Það er alltaf það er of fáir að vinna. Já. Það er bara þannig. Og það eru orðir of margir sem detta vinnumarkaði. Eru það bara að tala um í atvinnulist? Já, bara atvinnu almennt, bæði og bara kerur. En hvernig getur staðað því til dæmis eins og bara... Hvað er atvinnuleysi núna? Þetta er ekki með atvinnuleysi, menn þetta bara út af vinnumarkaði vegna þess að menn eru öryrkjar eða bara geti ekki unnið einhverju þetta vegna. Já, menar, já. Það er eitt þingmaður núna á þingi sem að gat ekki fyrir sitt litla líf unnið á vinnumarkaðnum en svo leið hún kjörinn á þing þá mætir hún að þakka tröstið. Þú veist, þetta er dálítið skrítið, Ég held að mikið af þessu fólki... Ég bara segja, þetta getur auðvitað ekki gengið svona endalaust. Það kemur að skuldatugum og það kemur að því í Reykjavík. Það kemur að miklum skuldatugum. Og það þarf að fara í meira átt að tiltekt í þessu kerfi, þessu sveitarfélagi. Og bara í uppskurð, að mínu viti, bara fullkomin uppskurð og breyta þessu öllu saman og koma einhverju skikk á hlutina. Það er auðvitað ekkert einfalt þetta búið að grassera svona áratugum saman í raun. En áður haldið lengra, ekki í nikótínpúða. Jú, við hefum lúk fyrir þig, heldur betur. Ég get ekki haldið þessu samtali áfram. Það er næsta spurning. Já, talandi um lúp. Þetta er það var Playstat. Nei, þeir þetta líka lekur ekki Brynjar, sko. Jalapeno Lime frá lúp, þetta er hrikalega gott stöf. Já, þeir vildi aðeins ræða útlendingamálin. Talar um á dögunum að þessi engin þjóð með jafn mikið í rugli og við í útlendingamálum. Ef við förum aðeins yfir það. Af hverju? Já, það er vegna þess að hluta til að við erum búin að færa þessi mál út úr pólitíkinni til umboðslausra nefnda út í bæ, eins og við kalla. Sem tólka bara lögin einhvern veginn. Gott og vel. Við erum líka búin að setja þetta einhvern veginn þannig að það eru gallar í lögjun sem ekki fengist að leiðrétta, að laga. Og þá setjum við bara upp með það í kringum COVID að allir sem koma inn til landsins og eigi ekki rétt á að vera hérna og það er búið að afgreiða það í kerfinu. Við getum ekki sendt þau tilbaka. Vegna þess að enginn tekur við þeim af því að þeir eru... Já, það er af því að það er ekki hægt að skilda þá í PCR-próf og enginn land tekur við þeim nema þeir hafi PCR-próf. Er hægt að skikka menn í PCR-próf? Sjálfsögðu. Þú skikkaður til að blása í áfengismæli, þú skikkaður til að fara í blóðpröfu, þú skikkaður í þvagpröfu, þú skikkaður í ýmsum til að geta upplýst mál og lokið málum, sko. Já. Akkur hefur þetta verið komið svona, akkur hefur við hagað þessu á þennan máta?
heldur? Hvað? Ja, það bara því að það hafa bara ákveðin hópar. Ég ger enga atvindu það, en menn telja það að það er bara landið bara að vera opið fyrir hvernig sem er. Nei. Það er bara ákveðin pót. Ég ger enga atvindu það, sko. Nei. En lögin eru samt ekki þannig, sko. Og við verðum að hafa einhverja stjórn á þessu. Þess að við getum ekki bara gefið þau skilabót í heiminn. Að hér getur komið hver sem er, ef hann bara kemst upp í flugvél. Og verið hér á framfæri skattgreiðenda með allan tíma meðan að vera aðgreiða málans. Og svo hefur búið aðgreiða málan, getum við ekki og búið að afgreiða hann eigi ekki réttin á að vera hérna. Getum við ekki losnað við hann. Nei. Erum við með einhverja tölur á fjölda fólk sem að kannski er í landinu sem að er búið að vísa á brott? Eða það hefur vantarlega... Sem búið að hafna, ég man nú ekki töluna, það er ansi margir. Já, það er... Nei, sko, allt þetta snýst auðvitað hvaða signal eða skilabók gefur út í heiminn. Já. Ef menn frétta það, að þú getur komist hingað. Og þegar komin annar bór lendur í Keflavík, og þá sé ekki hægt að losna við þig svo matter what, eins og menn segja. Einmitt. Þá bara þetta eru við með sko mörgur sinnum, 10 sinnum fleiri núna hæðisleitindur heldur en skandinavísku löndin, bara núna þessum tölu orðum, sko. Hlutvarslega, já. Og meiri segja tölulega erum við komin yfir það, sko. Í alvörunni? Já. En þetta má alltaf ræða. Reiðu allar að ræða þessi útlendingamál á einhverjum skynsamlegum grunni. Þá bara góla menn, já, rasismi, útlendingahattur, útvondur og svo framvið. Allir bara koma að hika á alla, enginn gerir þá neitt og þá safnast bara vandinn upp og svo allt í einu verður hann orðinn óviðráðanlegur. Við hefum ekki húsnæði fyrir þetta fólk sem er að sækja hérna hæli. Nei. Þú veist. Og menn alltaf bara setja bara einhvern veginn blinda auga fyrir kíkin. Og hvað gerist? Það springur auðvitað í andlitið á okkur. Þú voru að hafa stjórn á hlutunum. Akkur heldur þú að sósíaldemokratar í öllum í Danmörku gjörbeita þessu kerfi, segja þetta hælsendakerfi er bara ónýtt. Það er alveg jafn ónýtt hér, sko. Ég sé hættum þetta hælsendakerfi. Við tökum bara okkar skerf að flóttamannavanda heimsins, þar sem við getum ráðið við og getum sinnt almennilega. Já. Það er engum greiði gerður, hvorki þá sem sækir hælinn eða þeir sem hér eru fyrir, að missa einhvern veginn tökin á þessu. Engum greiði gerður. Það er bara einhver miskynni góðmennska að menn halda það. En af hverju erum við að, kannski heimskuleg spurning, en af hverju erum við að sinja þessu fólki? Þú veist, erum við að senda þið aftur í eitthvað vonleysi eða? Nei, þau eru flesti bara með vernd í öðru örbulandi. Já. En af hverju það sem við viljum gera er bara auka möguleika fólks utan EES til að bara sækja hér vinnu og fá vinnu ef það getur fengið vinnu. Ekki fara með þetta flóttamannakerfi eða helstendakerfi. Við erum bara, það er engin fínt að fá útlendinga hér í vinnu. Suma vinnu hérna vill engin annar vinna heldur útlendinga, sko. Við erum ekki að tala um það. Við erum með þessi frumvarp erum við að rýmka fyrir það. Að reyna að rýmka fyrir það að útlendinga getur komið hérna í vinnu fyrir utan EES. Já, ég er svona á því að ef útlendinga með þetta koma, þá myndi bara atvinnulífið hrynja, sko. Við þurfum að halda. Já, algjörlega. Já, en hælsendakerfi er bara allt annað kerfi, sko. Já. Þessi alþjóðlega vernd sem heitir núna. En af hverju ef þú reynir að komast inn í hausinni á þessu fólki, af hverju, ef þið eru með alþjóðlega vernd annar staðar, af hverju ákveðu að koma hinga? Er það út af það sem við erum að tala um? Bara að þau lifa betra lífi hér? Þá með, á ríkisbennunum? Já, á einhverju tíðanbúndi gera þau það, en ef þetta er ekki mikið þá gera það ekki. Já. Og kjör okkar allar mönnum versna. Nei, ég meina, sko, við verðum auðvitað að hafa einhverja stjórn á þessum hlutum. Erum við með einhver stöðugildi í þessu eða er það bara eftir fjöldanum og við bara dælum peningunum út eftir því? Já, þetta er bara opinn krani. Já. Þetta eru milljarðar ofan á hverju ári, sko. Já. Og við erum að reyna að betla einhverja 100 milljónir út úr þinginu til þess að bæta við 2 lögreglumönnum í Kifis, einhverju 5 lögreglumönnum og 2 saksóknir, bara 100 milljónir, sko. Já. Það getur breytt miklu varðandi, sko, framgangur sem mála. Já. Það er alveg svo að rífa hjartað á mönnum, svo þessi krani er bara opinn, sko. Já. Ég held að þetta sé samt dóldi gangur bara hvernig það er, það er verið að rífast út af einhverjum örfáum krónum svo er bara einhver opið krani einhvers þar annar staðar, sko. Það er ekki bara í þessum málum, mörgum öðrum málum. Og við verðum auðvitað að reyna að hafa einhverja stjórn og einhvern vit í galskapið, sko, í þessu, sko. Já. Tóm á messanum. Rétt. Ég er að fara á morgun. Nú, já, frábært. Gellur eða?
Það verða gælur. Hefurðu farið á messan? Svakalega gælur á messan. Besti fiskur á landinu? Á Lækjargötu? Er það matsustöður? Já. Messin? Þetta er ekki messa, sko. Nei, ég veit ekki hvað að gera þessi skemmtana lífið dag. En Kaffi Krús, hún gitt ángað á Selfossi. Já, ég hef gert það. Já. Kaffi Krús, já, ég hef gitt ángað. Tómas Þóroddsson, eða Tóma Messanum, hann harður sjálfstæðismaður. En hann hefur áhyggjur af fylgi flokksins. Og það alveg sama hvort sem að tala á landsvísu eða í sveitarstjórnarkosningum. Það fyrir minkandi og minkandi. Hvað er til ráða? Af hverju nær fólk ekki að tengja við sjálfstæðisflokkinn? Og í öðru lagi var ekki hægt að halda þessu fólki í viðreisn innan flokksins? Jú, það gæti verið ákveðið klúður. Ég held bara að pólitíkin sé að breytast. Það er að segja að það eru orðið miklu fleiri flokkar. Þróunum alla Evrópu. Allir þessi stóru flokkar þar eru líka minka. En er þetta ekki samt, og nú er ég bara að vera með mótsvara móti þér, er þetta ekki samt auðvelt að geta sagt bara, já, erum minkandi að því að pólitíkin er að breytast? Jó, ég meina, við búum bara í breyttu umhverfi. Þið sjáu alla þessar netmiðla og þið sjáu alla þessar fjölmiðla. Þetta er allt meira og meira andstæðingar okkar. Og einhvern veginn umræðan. Ekki moggin? Nei, en moggin er bara ekkert á sama stað og hann var áður. Nei. Og ég meina, MBL vefviðlinn er náttúrulega bara algjörlega vonlaus vefviðl í mínum huga, sko, og stendur ekki við neinn prinsip sem snýra að borgarlegu gildum. Það er bara sama bulli og hinni, sko. En nei, þetta er bara einhvern veginn, ég dettur það helst í hug, sko, ég oft hugsa þetta. Sko, þegar við erum búin að hafa gott í einhvern tíma, þá er eins og menn lítið á þetta sé bara einhvern veginn sjálfgefið, þetta er bara vaxið. Já. Við þurfum ekki að hafa ágjörn einu. Við erum okkur alltaf tryggð afkoma og einhvern veginn. Og þá verður þessi, sko, það verður svona andstaða við atvinnulífi, eða það er svo margir sem líta á eitthvað svona hagnað í atvinnulífinu, að allur sá hagnað sé svona bara kostnað okkar hinna. Já. Það sé verið að hafa af okkur. Já. Og meðan þessi sjónarmið eru svona rík ennþá. Já, þú átt ekki neitt fylgi, sko. Nei, þetta er bara einhvern veginn, sko, þessi svona sósíalismi, sko, er svolítið innbyður í okkur að okkur frekar illa við einhver hafið það eitthvað slæmt? Nei, betra en við. Betra en við, já. Þetta er allt hluti af sjálfhverfinu, sko. Já, þannig, sorry. Já, við erum svo sjálfmiður, sko. Hvernig er staðan á mér, sko? Og í staðan fyrir að hugsa það þannig, því betur sem atvinnulífinu gengur, því meiri möguleika á ég. Já. Meiri möguleika ég á vinnu við hæfi. Vinna mig upp. Ná góðum launum. Nei, menn líti ekki á það. Menn bara einhvern veginn, þetta er einhvern veginn bara þannig. Horfið kerfi, kannski bara. Þetta er bara, ég veit ekki hvað, þetta er bara, maður finnur þetta að maður tala um allt út fólk í menntaskóla, háskóla, sérstaklega kannski í háskólan, skárra í menntaskóla. Sérstaklega í háskólan, þetta lifir bara einhvern veginn í svo mikil í búblu og venduð umhverfi. Það er niðurgreitt þetta lán og nú er komin þessar styrkir og þú ert bara svona í einhverju svona háskóla samfélagi eins og hans er bara einhvern veginn ótengt okkar samfélagi. Já. Og ég á bara rétt á einhverju góðri vinnu hjá þessum opinberum aðilum. Já. Af því ég er svo gáðar, ég er með háskólapróf. Já, helst ekki verið sekund starri. Nei, ég meina, við erum hætt, sko, ég óttast það svona dugnaðan og áhættan og að menn séu tilbúin að taka áhættu og reyna að búa til eitthvað dvíni smátt og smátt við þessu aðstæður. Ok, mér langar aðeins að skjóta inn í aftur og ég kem aftur að sko að mér finnst alltaf að þú ert mættir hérna sem talsmaður sjálfstæðarflokksins, nei, þú ert bara mættir sem Brynjar hérna. Ég er bara með þessa hugmyndafræði. Algjörlega, ég veit það, ég er að stríða þess. Þarna sjálfstæðarflokkurinn samt búin að vera ríkisstjórn, hvað er þetta, 25 ára senustu 3, þetta er bara eitthvað bilað mikið. Já, allt nema 2009-13. Já, einmitt, já, og við erum að tala um að báknið er bara stækka. Ef þú fengi bara, þú væri bara einráður á Íslandi. Já. Hvað væri báknið stórt? Já, sko, báknið er alltaf að stækka því við erum alltaf að setja lög sem auka skyldur ríkisvaldsins til hins og þessa. Hluta þessu bara þáttakan í alþjóðlegu samstarfi, alþjóðlegu stofnunum, kallar alltaf á starf, það kallar alltaf á starfsfólk.
allt blæsut út. En spurningin er þetta hvað blás út meira heldur en samfélagið að stækka, sko. Okkur að fjölga. Hvernig er þetta hlutfallslega? Það er það sem við þurfum að hugsa svolítið um. En ég segi, það er fullt af því sem opinberir starfsmenn að gera, sem ég segi bara, hættum því. Látum bara einkaaðilar sjá þessa hluti miklu meira heldur en að gera. Já, eiga ríkisstarfsmenn að vaksa í vexti fólksfjölgunar? Nei, ekki í beinu hlutfalli, ég segi það ekki. Nei. En bara það að löggjafinn er alltaf að setja einhverja skyldur á og bæta einhverja þjónustu, félagslega þjónustu. Við þurfum að fjölga lögreglumönnum að því að fjölgar fólki. Við þurfum að fjölga á Landspítalanum að því að það er auðvitað bara starra samfélag og kennurum og kennurum að því að börnum fjölgar. Við ráðum ekki til þessa fjölgun. En svo stofnanir og það. Já, en það við erum að leggja niður einhverja nýsköpunarmiðstöð og allt var vitlaust út á síðustu þingi, við lögðum hann samt niður. Já. Það sem alltaf voru komin 70 manns í vinnu. Á nýsköpunarstofnun? Já, og útgjöld skakkræða þessu stofnu voru einhverju 1 milljarður. Já. Og maður hugsa með sig, er þetta nauðsynlegt? Þetta er alltaf að velta fyrir sig, þessar stofnanir nauðsynlegar? Við erum með alls konar stofnanir sem að sinna einhverju sem bara aðri geta sinnt. Við búum til eitthvað ríkisbank og einhverja ríkisstarfsmenn og allt er þetta að setja á einhvern kostnað skakkræða. Bara þeir sem eru auðvitað að njóta þeirra þjónustöðu bara greiða fyrir hana, sko. Ég meina, þetta er víða svona. Það er hægt auðvitað að taka til í þessu. Akkur eru við með 7 milljarða fjölmiðil. Já. Meina, við núverandi aðstæður þeirra engu dotti í hug að stofna ríkisfjölmiðil að þessari gerð. Nei. En ég ger enga sem til það að það sé einhver ríkis miðil sem væri með eitthvað sérstætt menningarlegt efni sem aðri væri ekki með, sem vil heldur mikið vakt svona upp á þjóðararfin og menninguna, gott og vel, en hann kostar ekki 7 milljarða ári, sko. Nei. Viltu taka hann af auglýsingamarkaði? Já, ég bara vil ekkit að ríkisstofnanir séu það sem samkeppni er á markaði. Nei. Það er grunnhugsunin að ríkið, þetta er bara ójöð samkeppni. Svo taka menn bara einhvern veginn samkeppni svo lögin alltaf einhvern veginn úr sambandi þegar ríkisvaldið er að þælast fyrir. Já. Þá er fólki alveg saman það að samkeppnisreglur gildi ekki það. En alveg brjálaður ef einhver aðri brjóta einhverja samkeppnisreglur. Já. Að því að ríki, það eru við. Já. En þú ert auðvitað bara að eyðileggja frjálsa fjölmiðlun. Að þannig að geti verið alvöru frjálsi fjölmiðlar sem einhver vikt er í. Já. Með þennan fíl í stofunni, sko. Já. Eins og hann er núna. En það er ekki þar með sagt að megi ekki vera einhver fjölmiðlun, ljósvakamiðlun af hálfu ríkisins eitthvað sérstakt sem við getum kallað menningarefni. En við getum líka alveg látið einkamiðlun að gera með styrki til þess að gera það efni. En nú erum við aftur komin í bara með rúfa alveg svo ræða á hann með sótarhandtakmarkanir, áfengislögin og svo framvegis. Af hverju er ekki búið, er það sama þetta? Það er ekki meirihluti? Það er bara ekki meirihluti fyrir þessu. Við erum aldrei í meirihluta. En þið sjáuð alveg hvað gerðist í vinstristjórninni 2009-13. Það var auðvitað hörmungarstjórn. Hvað gerist þá? Já, ég meina, við senkuðum viðspyrnunum 4 ár eftir hrunið. Já. Og en maður ekki allt vitlaust sem við gerðum. Og ég meina, ef við förum bara, þið náttúrulega þekki ekki gömlu vinstristjórnina sem voru til dæmis frá 71-74. Nei. Sem náttúrulega náðu ekki neinum tökum á neinu, sko. Ég þekki ekki einu sinni þessa frá 2009-13, sko. Nei, þess vegna er mikilvægt fyrir fólk að lesa þeir stjórnmálasöguna. Já. Þegar það er að velta fyrir sig hvernig það hefur gengið. Og því ég er nú svo miklu eldri en þið og geti nánast verið af ykkar, að þá er þetta bara hugmyndafræði. Við sjáum þetta bara allan heim. Þessi hugmyndafræði bara virkar illa vegna þess að lífskjör okkar velta á því hvað við getum selt öðrum en sjálfum okkur. Já. Það er sérst útflutningsgreinarnar. Einmitt. Sem velferð okkar veltur á. Já.
og þetta snýst allt það að þessa greinar séu samkeppnishæfa við heiminn. Velferð okkar ræst algjörlega því. Já. Og en fólk segir, neða, það er bara að hækka skatta, við þurfum einhvern veginn meira. Ok, en hvaða afleiðingar kann það hafa til þess að hækka skatta á þessar greinar? Samkeppnisstaða okkar versnar. Þannig að við finnum svo allt í einu bara í spíral niður. Já. En það er hættan, sko. En þegar þú segir við erum aldrei í meirihluta, en þá hljótið því sem þið geta sett nefan í borðið þegar þið eru að mynda stjórnarsáttmála, þið viljið fá okkur þessum málum í gegn. Við náum ákveðnu fram. Já. Við náum til þess fram til dæmis í stjórninni 2017 að hækka ekki skatta. Já. Bara hækka þú ekki, sko. Í 2017, eftir með Viðreisn og Betra framtíð? Nei, 2017, fyrir stjórn Katrínar Jakobsdóttur. Já, sorry, það er 2016. Þetta er bara varnarbarátta alltaf, sko. Já. Og við náðum kannski að lækka eitthvað smávegis einhvers staðar. En okkar sjónarmið finnst mér vega allt og lítið í þessu. Og einhvern veginn þessi hugmyndafræði að bara einhvern veginn að þau opinbera taki einhvern veginn allt í fangið, sjáu eiginlega bara allt. Þá annars bara einhver annar að græða á kostnað okkar eða eitthvað, sko. Já. Þetta bara svo hættuleg hugsun. En sem betur fer erum við bara svo ofboðslega miklar og öflugar auðlindir að við höfum ekki náð að klúra því. En þið getið alveg séð þjóðir sem eru ríkar auðlindum, þar sem bara allir að berjast í bökkum og bullandi fátækt. Þannig að það skiptir máli hvað hugmyndafræði er uppi, sko. Já, algjörlega. Það er allt auðlindir. Einmitt. Byrjum á einu. Hvernig varstu verbúðin? Af því þetta tengist við. Rétt. Ég sé bara svo Jón Viðar, mér stóð frekar klén. Já. Já, ég meina, þú getur haft gaman einhverjum þætti þar sem bara einhver skáldverk og saga. Ég ætla ekki að gera einn aðsvöndu það, mér finnst að vísa típurna mjög ósannfærandi. Já. En sérstaklega stjórnmálamennirnir og útgerðamennirnir mjög Jóni Altali. Já, mjög ósannfærandi svona persóna, sko, og við talum ekki forstjóri Samherja var náttúrulega alveg, sko, mjög ósannfærandi. En ég er náttúrulega mann þessa tíma mjög vel. Ég er bara prime tíma þessum árum í háskóla með 130% verðbólgu þegar kvótakerfið er sett á. Já. Og við vorum í eintómum gengisfellingum á þeim tíma til þess að bjarga útgerðinni. Já. Það bjarga útgerðinni vegna útgerðin var það eina sem aflaði okkur gjaldeyris. Og við þurfum gjaldeyris, við getum keypt lyf og allt það sem við þurfum að halda. Þess vegna varð alltaf útgerðin að lifa. En hún lifði auðvitað bara með hverju gengisfellingu, þá rýrur kjör almennings. Þannig að við vorum alltaf bara að bíta í skottið á okkur. Við vorum með óarbaran, ósjálfbaran sjávarútveg. Og menn hugsa með, við verðum að breyta þessu. Það bara kvótakerfið var nauðsyn. Já. Til þess að koma í veg fyrir þessu offjárfestingu, óhagkvæmni og síðan kemur framsalið. Þá náum við eftir framsalið að búa til ofboðslega öflugan samkeppnishæfan sjávarútveg. En þeir sem tóku áhættuna því og fjárfestu og lögðu allan hausur undir, þeir eru að græða núna. Já. Og við þolum það ekki að einhver sé að græða á því sem við köllum sameiginlega auðlind. Já, við þolum líklega ekki hvað þetta er að safnast á fáar hendur, eða ekki? Þetta er ekkit fáar hendur, það er sko 200 eitthvað útgerðir, sko. Já. En stæðstu fyrirtækin eru ekki bara að græða á veiðum Íslandsmiðum, sko. Þeir eru með útvegum allan heim, sko. Já. En framsal aflaheimilda, var það nauðsynlegur fylgifiskur kvótakerfisins? Já, það var nauðsynlegt að ná algjörlega hagkvæmnin í þessu. Og nauðsynlegt til þess að við værum bara gætum nýtt þennan afla. En er ekki við getum fært á milli, sko, eftir hvað hentaði hverju útgerð. Þú fékkst rækjukvóta og settur ísakvóta á móti einhvers staðar. Allt þetta var mjög mikilvægt til þess að ekki ná hægraði í rekstrinum. En er ekki óánægja með fiskveiðistjórnarkerfið? Eða þú veist? Jó, þú veit alveg af hverju hún er, sko. Þetta er huglægt, það vex einhver að græða á auðlindin okkar. Já, bara saman svo að tala um áðan. Já, þetta er bara þetta sama. Af hverju ættum við að vera óánægja með það? Ég meina, þessi öflugi sjávarútveg hefur náttúrulega skapað þjóðarbúin alveg ótrúlega mikla tekjur í sameiginlega sjóð okkar. En er ekki munurinn, sko, að því að ég var aðeins að vinna smá heimauðinu, að því að þú veist að segja að afturkalla kvótan væri dálítið bara svo afturkalla alla fasteignir. Já, vegna þess að þeir sem eru að veiða núna hafa allir keypt þessa veiðiheimildir.
Já, en er ekki munurinn samt að þú átt fasteign en þú átt ekki fiskinn, eða þú veist... Nei, þú átt ekki fiskinn, þú átt heimildin til að veiða hann. Já. Nei, þetta dæmi sem ég teki þessari fæslu er bara að því að menn segja að menn hafi verið stólið af okkur fiskinum. Ég segi, það er enginn að stela neinu. Við settum reglur. Já. Við settum lög, leikreglur á þessum markaði. Við útlutuðum kvótanum á grundvelli bara stjórnarskrárinnar, það er að segja að þeir sem höfðu veitt fengu kvótan þegar við hættum með frjálsa veiðar allra. Allir fóru bara að veiða, allir keyptu skip og allir fóru að veiða. Akkurat. Allt vonlaus rekstur, sko. Þannig að þegar við settum kvótakerfið á fyrst, 84, þá stóðu bara framfyrir þeim veruleika að þeir gátu einu fengi kvóta sem höfðu veitt. Og reglan var miðað við 3 síðustu árin og maður getur deilt það hvort það hefur verið rétta reglan eða hvað. Síðan allir með kvóta og eru bara fastir í því. Og svo sjáum við að þetta er ekki nógu hagkvæmt. Við þurfum að geta losna við þá sem eru í óhagkvæmum rekstri, er ekki að ráða við reksturinn. Við þurfum að fækka þeim. Og þá kemur framsalið. Þá allt í einu myndast verðmæti. Já. Af hverju? Af því þetta var allt í einu söluvara. Já. Já, en hefði lögmál markaðarins ekki bara geta lifta óhagkvæmnin í markaðnum hefði bara það myndast markaður, sko. Eitthvað lagst af eða sem sagt, ef þú hefur ekki upp úr því að þetta sé svona óhagkvæmt að gera þetta út í þínu byggðarlagi, hættir þá ekki bara þú getur hætt, sko. En menn fóru þá leið að segja einhver verður þá veiða kvótan ef þú hættir. Þá búa menn til markað, segja bara, nú er bara framsal og þá byrja menn að keppast að kaupa af þeim sem vildu hætta. Já. Og verðið var náttúrulega miklu hærra heldur en menn nokkuð maður reiknuðu með. Og allt í einu bara stóðu menn sem voru búin að vera í basli með útgerð alla ævi, stóðu allt í einu upp með einhverju 100 miljónir í höndunum. Það var mjög erfitt að kyngja því fyrir fólkið í landinu. Og ég ger ekki lítið úr þeirri tilfinningu. En þeir sem eru að veiða núna, nánast allir af þeim, ekki kannski alveg allir, eru þeir bara sem keyptu þannig kvóta á markaði. Þannig ef þú ætlar að fara allt inn að segja núna, heyrðu, þú keyptir, samkvæmt okkar reglur sem við settum, við kaupum, þú keyptir fyrir milljarða, þessa fiskveiði heimildi þínar, svo ætlar nú er sama ríkisvaldi að segja, heyrðu, nei, við ætlum að taka þetta tilbaka og setja þetta bara, selja síðan hæspjónd. Það er samlíkingi sem ég gerði við fasteignunar. Allt í einu segja bara, heyrðu, Ingólfur Arnarsson, þetta land hérna Reykjavíkursvæði er þetta bara sameign þjóðarinnar, sko. Ísland er bara landið okkar, sko. Nei, nú, þið bara fengu þetta bara afhent með þessum hætti, sko, af því að Ingólfur tók þetta og eignaði sér þetta. Nú ætlum við bara að taka allar segn tilbaka og þið getur bara boðið þetta svo allir aðri, sko. Það gengur ekki. Nei, en maður velti fyrir sig bara því að það er bara sjálfstæðismenn í kringum mig, sko, og þeir segja, það er mjög gott fyrir þig. Já, en þeir segja, sko, margir segja, vandamáli er hvernig kvótan var útlitað í upphafi. Já, þú tryggir ekki, það er bara búið og gert. Já, algjörlega. En ég er að segja, er það þá bara þannig, að því að það er vandamálið, að þá bara er ekki hægt að leysa þetta? Jú, þú getur hugsanlega leyst þetta með því að segja bara, heyrðu, veiðar eru bara frjálsar. Já. Það getur enginn sagt neitt við því. Nei, eða bara, já. Hugsanlega getur við líka finn þessar aflaheimildir, þessar veiðiheimildir, á löngum tíma. Já. Þú getur ekki bara kiptis út sér svona. Nei, bara segjum bara, já. Og menn hafa sagt, þú gæti komist upp með það fyrtandi einhverjum tíma, af því að þú hefur þetta enga varanlega heimild. Nei, þú átti ekki. Nei, þú átti þetta ekki. Nei. Og þú hefur enga varanlega heimild. Þannig að menn gætu farið þá leið að segja, heyrðu, við ætlum að fyrna þetta einhver prósent á ári, taka þann kvóta til okkar og selja það hæspjóð. Já. Allt í lagi, það gæti gengið. En myndur gera kerfið betra við það? Já. Á þess að taka þá umræðu. Já. Nei, ég myndi segja að þú ert að skemma þannig að öfla að sjá út með því. Fyrst að það geti enginn keypt þetta með þeir sjálfur sem eiga peninginn. Já. Á uppboði. Og einhver erlendur aðalur. Já. Ég meina, það er miklu einfaldar að þá bara taka veiðigjald sem 1/3 af öllum verðmæti afla og sjó er miklu skynsamlegri leið að mínum huga heldur en að fyrna þetta, innkalla þetta og selja hæspjóð.
Já, en þú gæti tekið bara og búið upp erlendu markaði líka og svo bara sett inn í það vill enginn það mátti ekki láta neitt erlend að koma og veiða hér. Nei, ok. Nei. Ok. En já, bara menn hafa reynt þessu uppbóðsleið, hún er allstaðar missetna, sko. Já. Já, þannig að gerist alltaf Færeyjum, þetta var bara svo lítill markar að þeir fóru bara að spila með hann, skilur, og svo Rússlandi og... Já, við sjáum þetta bara í Namibíu. Já. Vel á minnst, sko. Og hérna, þeir náttúrulega bara selja þetta, að þeir hafa ekki afl, þeir hafa ekkert afl til að gera þetta sjálfur. Nei. Innviðir eru ekki til staðar, það er ekki nú öflug fyrirtæki þar. Og það bara að fara að láta þetta bara hérna bjóði í aflan og þess vegna getur með þá unnið að hvað sem er eða hvernig sem er. Þú eyðilegur svolítið virðiskeðjuna hérna innanlands, sko. Getur ekki sett bara skilyrði? Jú, þú getur gett eins flókin skilyrði, þá ertu líka bara, veitu, hvað áhrif þetta þá á byggðirnar? Hvað áhrif kann þetta hafa? Það kann að hafa svo margar slæmar afleiðingar. Daði Már skrifaði mjög góða greinu þetta sem ég lét fylgja með og tók út úr því rökin sem sérfræðingarnir innan gæsalappa voru að segja í þessari skýrslu. Og ég er algjörlega sammála Daða Má í þessari skýrslu sem hann gerir. Og þetta er algjörlega frábær skýrslu og hann tekur þetta og segir bara að þetta mun skaða íslenska sjávarútveg að fara þessa leið. Já. En nú er hann í flokki sem vil fara þessa leið, sko. Ég bara skil það ekki. Herri, já, þetta var... Við þurfum að fara, það er bara alveg umræður. Já, heldur betur. Já, þetta er gáfulega umræður. Já, mjög. Já, en ég meina, það sem ég bara byrði að menn taki einhverja málefnilega umræðu, sko. Já. Ekki vera bara í tilfinningunum, sko. Já, en... Ég verð að spyrja einu viðbútt. Já. Hefðu við getað haldið, ég ætla ekki að segja við, hefðu þið Sjálfstæðisflokkurinn getað haldið viðreisnarfólkinu í flokknum? Ég held það, já. Var ekki haldið rétt að spila með það? Nei, það sem menn áttu auðvitað bara að gera, afgreiða þetta í þjóðaratkvæði eiskýttu fyrir öll þessa ESB. Já. En ég samt trú á því að margir hefðu samstofnað nýjan hægri flokk eða borgarlega sinna flokk. Einhvern veginn hægra með í miðju. Það er bara hefur gerst í öllu löndum, það hefði gerst hér líka bussja frá þessu ESB-dæmi, sko. Flokkurinn var einhvern veginn dæmdur til að klofna eins og í nútíma samfélagum er alls þar að gerast. Allir þessi hægri flokkar að fara að klofna eins og vinstri flokkarnir voru einir Algjörlega. Já, nú ætlum við að vinda okkur í almenna spurningarnar, en áður en við gerum það. Eru hraðspurningar, nei? Það er hraðspurningar líka, við ætlum að þeim. Þá ætlum ég bara að spyrja, hver er uppáhalds pizzaðin í búið Dominos? Hvað setur á pizzaræðina? Sko, á mínu heimili eru ekki keyptar pizzur nema að sinniði koma að því. Já. Sem er vísað löngu fluttur að heiman. En við hjónin vitum ekkert pizzur og eina sem ég vil bara ekki á pizzuna er ananas. Nei. Ég er að samast á að fórst í Íslands við því. Já, eina sem þeir eru sammálum. Það er 3 dagar dag og ég geti mér auðvitað á, ég fekk mér... Ég er ekki mikill pizzumæður. Nei. Allt er lagi öðru hvoru en svona, miklu meiri hambúrgaramaður og kjúklingavangjamaður. Já. Ég hafa kjöt, sko. Barjón Mosso. Já. En já, þá vindum við okkur að spurningunum. Já. Og þú ætlar að halda vel á spöðunum, Birkir. Já, við þurfum að svara núna dálítið að því að Brynjar, hann er maður á gamalsaldri, hann þarf að fara að sofa bráðum. Þannig að Brynjar, þú bara, það er núna undir því að komið, hvað var losna fljótt. Ok. Enn og aftur, góðvinnuðinn og góðvinnuð þáttarið Þorkell Máni, hann velti upp daginn það sem ungi jafnaðarmenn vildu samin allar vinstrivængin í stjórnmálum. Hann vildi bara vita, hvor er í formaður, Bjarni Ben eða Kata Jak? Ég held að Kata Jak er í formaður í þeim flokki. Já, ok. Já. Við erum eiginlega búin að svara okkur Rúf ekki fara auglýsingamarkaði, það er bara því að Sjálfstæðisflokkurinn ekki búin að vera meiri hluta til að græja. Við erum eiginlega búin að svara líka nummer 3, þurfum ekki bara hætta að fjölga opinberum starfsmönnum og stækka báknið. Brynjar segir bara já. Já. Það er hægt. Og hagræði í því. Já, en svo kemur spurning sem við erum ekki búin að taka. Ertu sár eða vonsvikinn yfir því að hafa verið í pólitík í rúmlega áratug öll þessi ár og aldrei fengið að vera ráðherra? Var eitthvað sérstakt kjörtímabil þar sem þið fannst þú vera sniðgengin? Já, þetta var í sniðgengin. Það var bara þannig. Með eitthvað dæmi? Eða þú veist? Nei, ég meina það voru þetta bara teknir aðrir sem höfðu minna pólitískt umboð og minni reynslu en ég. Ertu að tala eftir kost, hvaða tímabil þetta vitni í? Ertu að tala þegar þú og Guðlaugur vinnið þarna Stórsigur Reykjavík? Nei, ég meina, sko, þegar ég kem inn
í pólitíkina. Næ, bara mjög góðum árangri í prófkjöri. Og svo gerist það að Hanna Birna flæmist í burtu. Þá fannst mér alveg, ég sjálf með það er svo allir aðrir. Já, en samt, já. Það fannst mér hvernig kjöri, hann er með í þingflokknum mann með mikið pólitískt umboð, hefur unnið í þessum málaflokku sem heyrir undir dómsmálaráðuneytið, áratugum saman. Mér finnst það bara alveg sjálfgefið að hann myndi nýta þá reynslu mína í það embætti. Úttalum Bjarna hann eða ekki? Já. Og þingflokkinu auðvitað sem tekur. Já, auðvitað. Þetta er auðvitað bara í grunni Bjarni. Já. Ungurinn. Ok, ég var kannski bara búin að vera rétt 2 ári í pólitík þá, en þó. Já. Ég var ekkit unglamp, ég var ekkit óreyndur, ég var búin að sanna mig einhvers staðar á öðrum vettvangi. Nei, þá sækir hann Ólöfu, sem ég hef mikla mætur á, hafði mikla mætur á, hún er látin núna. Og ekki það ég treysti henni ekki til að gera þetta. Nei, en þið varst eitthvað vegið? Já, hann fer þarna út fyrir þingflokki. Svo gerist það að hún fer í burtu og þá er hann ennþá í þess að það verður að vera kona. Sko. Já. Og þrátt fyrir að hlutfall kvenna í þingflokknum var ekki tátt. Sko. Nei. Þá þáttu hann að hafa jafn í ráðherraliðinu. Okay, það er bara ákveðin hugmyndafræði og alveg valið sjónarmið í sjálfum sér. En ég er bara ósamur á þessu. Já. En það er farin svo leið og Sigríður er tekin. Svo fer Sigríður og þá er hann einhvern veginn ennþá í þessu og ég segi ok, gott og vel bara þú bara hafa þessu svo við sýnist og ég menna ég var auðvitað ekkert ég stofnaði fílubókufélagi út af þessu og síðan ég auðvitað bara með því að raunverulega gera grína þessu og svona er bara pólitík, þú átti ekki rétt á neinu. Nei. En finnst þér samt ekki dálítið vera að láta vaðið við kannski skýtuðu skónum, hvað það var að svo lætið þú í staðinn fyrir að segja bara, ef þetta er svona, þá hætti ég. Já, það var eiginlega það sem ég bauð upp á. Já. En fannst það alveg ómögulegt að ég hætti. Já. Og ég gaf eftir í því. Já. En núna er ég mjög sáttur yfir hættur, sko. Ég bara hugsa mér hryllingið og opnaði núna Alþingisrásin og hlusta á alla þessa upprópanir og allt þetta sama bull, aftur og aftur, sko. Já, stjórnarandstöðinni. Fyrir einn hraðspökkum í byrjun eða leiðilegasti þingmenn að hlusta á í pontu? Nú er bara mörgum að velja, sko. Nei, ég ætlum ekki að fara að ráðast á neitt einstaklega þingmann í því, sko. Ég ætlaði nú aðeins að stríða þetta. En auðvitað hafa menn mismikið að segja, en ég menna það sem ég láti mest fara í taugarnar á mér þessi svona upprópun og upplöpspólitík. Það sem menn er aldrei neitt í alvöru pólitíkur umræð, þetta snýst alltaf um einhver upplöp, einhver höggi á einhverja persónur í stjórnarflokkunum. Já. Það er bara svo leim pólitík. Algjörlega. Og Píratar og Samfylkingin algjörlega fessi í þessu. Já. Héldu myndin á árangri kosningunum síðustu eftir að hafa verið í stjórnarandstöð öll þessi ár. Þetta kjósendur bara höfnuðu þeim. Já. Og ég held að kjósendur segja bara við nennum þessu rugl ekki lengur. En það finnst ekki hafa neina áhrif. Þau halda sér áfram núna nýju þingi algjörlega á sama staðu voru. Já. Algjörlega. Ég gef lítið fyrir þessa stjórnmálamenn og þessa flokka og þau þurfa bara að koma sér út úr þessu og reyna bara að búa til þá bara einhvern alvöru jafnaðarmannaflokk. Eða ætla að ná einhverjum árangri í pólitík. Það er bara einhvern upplöpsfólk og hefur ekkert fram að færa því miður. Nei. Það er bara svo það er. Þú hélst því fram fyrir kosningar í haust að þú teldi að vænlegri kost að stofna 3 flokkar ríkisstjórn með Framsókn og Viðreisn og hætta samstarfi með Vinstri grænum. Telur að það samstarf hefur verið betri kostur, núna búin að sjá nýja stjórnarsáttmálann. Getur þú nefnt dæmi fyrir okkur mál sem hefur verið erfitt að vinna með VG? Já, sko, VG er þetta bara fornaldar fólk, sko. Þetta er fornaldar hugmyndafræði. Þau eru bara föst í ákveðnum kreddum. Ég meina, vísu hef ég mikið álít á Katrínu og ég hef mikið álít á Svandís. Þetta eru öflugar konur og meina, fínt að vinna með Aratröst og fínt að vinna með miklu öflugar fólk að vinna með heldur margir í Samfylkingunni. En í grunninn er þetta bara svo ólík hugmyndafræði, ólík hugsun. Þó getur starfa með þeim við sérstakar aðstæður sem var 2017 og klára það dæmi.
þá er ég ekki viss það að þetta sé vanlega til árangur lengri tíma. Þetta eru svo ólíki flokkar. En af hverju ákveðu þá flokkurinn að fara aftur í samstæðum? Hinni var alveg jafn ómögulegir kannski að mati Þingflokksins, sko. Já. Nú var ég dottinn út þarna og menn segja bara, heyrðu, það getur vel verið opaslega erfitt að ná okkur pólitísku samstöðu við þessa fortalda hugmyndafræði VFG, sko. En hinnir eru bara ekkert betri, sko. Það er allan að til einhver skynsem í köttu og þessu fólki, einhvert raunsæi á köflum, en ég menn allar að fara að stjórna með Þórhildi Sunnu og Helguvölu og þeim. Nei, en Viðreisn er nú fín. Já, sko, Viðreisn er auðvitað, ég var auðvitað mjög hliðhollu Viðreisn í upphafi. Skrifaði sérstaklega það að það væri nú bara glaður að kemur svona einhver borgarlega sinnaður hópur og annar heldur sjálfstæðisflokknum, það væri allt í lagi, það væri ekkert sjálfgefið allir þyrfti að vera í sjálfstæðisflokknum. En svo bara einhvern veginn hafa þeir einhvern veginn bara keyrt út í skurð, að mínu viti, eftir að hafa verið með þeim á þingi í 5 ár, eða hvað það var. Já. Hæriði strákar, ég varum að vinda okkur í hræðspurningarnar. Já. Mér langaði að færa þér Gambino til 2018. Já, þakkaði fyrir. Þetta er agalega gott. Já. Rættur etnu. Er þetta ekki ólögmætt auglýsingu áfengi? Nei, við erum bara að gefa þér rauðvín. Léttvín. Já. Já, þá koma hræðspurningum. Og svo fyrsta er uppáhaldsþingmaður ekki í Sjálfstæðisflokknum. Uppáhaldsþingmaður ekki í Sjálfstæðisflokknum? Já. Veistu kom við í hugan? Veistu þessi kom við í hugan? Það var nú eiginlega Kata sem kom fyrst upp í hugan. Já, ok. Ég hef náð að skemmta mig mjög vel með Loga Einarsinni. Hann er í svolítið uppáhaldi hjá mér. Já. Ekki sem pólitíkus. Þetta er persóna. Heldur bara sem góðu félagi í góðu klassi, sko. Já. En nei, Logi, mér er mjög andur Loga. Já, ekki sem pólitíkus, heldur bara. Ok. Bara sem gammalt poppara og félaga, sko. Ein bónusspurning, mælskasti stjórnmálamæður sem að bara, allra tíma, svona sem að þeir reyku kannski fyrst minni til. Allra tíma? Já. Sem að þú hefur bara séð. Ég hlusta á. Já, bara Gunnar Thoroddsen. Já. Við leiðum um þetta honum. Uppáhaldsdrykkur? Það er vodki. Uppáhaldsstaður í heiminum? Kaupmannahöfn. Skemmtilegasta minning í pólitík? Prófkjöri nóvember 2012. Fyndnasti vinurinn? Fyndnasti vinur minn í pólitíkinni? Já, bara í pólitíkinni. Segjum bara í pólitíkinni, eða ekki. Bara ráða. Fyndnastu vinur mín eru syni mínir, sko. Já, Helgi er mjög fyndinn, sko. Getur vottað það. Já, hann er bara svo svakalega kaltæðinn og gerir svo mikið grín af fóldur sínum. En það eru nokkrir, sko, launfyndnir í pólitíkinni sem ber ekki mikið á. Vil ég þá nefna nafn Haraldar Benediktsson og bónda á Vestri Reyni. Já. Hann er nefnilega mjög fyndinn maður, náttúrulega fyndinn maður. Ok, kemur á óvart. Nei, djók. En þú veist, já, ég bjóðst ekki þessu svari. Af hverju komst tálmunarfrumvarpið ekki í gegn? Það er að því að vinstri menn litu á það sem árás á konur. Já, ok, gott svar. Í staðin fyrir að við sem að sportna gegn ofbeldi sem vinstri menn alltaf þókst vera að berjast gegn, sko. Uppáhaldsmál sem þú keyrt í gegn á Alþingi? Uppáhaldsmál sem ég hef keyrt í gegn? Já. Ég keyrði ekki neitt persónulega í gegn, en það voru mörg góð mál meirhlutans og var ég þá nefna málin þegar við náðum samningu við kröfuhafa slitabúana eða þrotabúana og aflétting haftana. Þá var ég efnahagsvísnefnd eftir árunum 2013-16 og það var mesta vinna sem ég lenti á þinginu, en árangursrík og óbúslega góð og miklu hagsmuni fyrir þjóðina. Þannig að sú stjórn var með betri ríkisstjórn sem lífveldið hefur átt. Já. Aldrei eftir syngja, aldrei eftir tefla? Aldrei hægt að syngja. Aldrei aftur syngja eða aldrei aftur tefla? Aldrei aftur syngja. Yes. Uppáhaldslag? Ég er ekki alki. Fyrir 5 öra. Það er eftir Bjartmar Guðlusson. Já. Hver er þinn sérréttur í eldhúsinu? Það er þessi flóknari eldameska eins og að spæla egg og hita pulsur. Fyrir sér lengra komna. Uppáhalds hljómsveit?
það Creedence Clearwater. Já. Geggjuhljómsveit. Uppáhalds lagagrein, þessi er líka bónus. Uppáhalds Lagagrein. lagagrein? Já. Uppáhalds lagagrein svo að ríki skuli hafa einokun á smásölu áfengi. Já. Glæsilegt. Já, Ég held sem bara flottir í kvöld. þá held ég að... Brynja, takk hérlega fyrir komuna. Já, takk fyrir að bjóða mér. Ég bara skrítið að ungi menn sem með skemmt þátt að fá svona mann í þáttin en verður ykkur á góðu, sko. Okkur var þetta mjög gaman. Þannig að við þökkum þið bara kærlega fyrir komuna og sjálfsögðu messanum, Barjón, Dominos, Loop, Payday, Kemi, Kölska, AHA og Hrifli. Takk fyrir okkur. Takk fyrir.